Góður sæll blessaður. Blessaður og sæll. Herru, ég var að spáði taka bara nýrri venju að leyfa gestum bara að kynna sig sjálfur. Og þú ert? Ég Sigfús Sturluson, fyrrum barnastjarna. Núverandi meðaldra maður. Þú verður að útskýra. Nei, þetta verður bara þau veist. Okay, Þú verður bara okay. að googla þetta. Og fólk er að googla þetta. Já, það var þannig. Fyrrum barnastjarna. Ég liði nú lengi að því, sko. Ég var líka í Benjamin Dúfu, eitt aðalhlutverkið. Gaurinn sem dó. Þú varst gaurinn sem dó í Benjamin Dúfu. Fólk alltaf að koma að mér. Erst þú gaurinn í Benjamin Dúfu? Þú veist. Blindfullur á einhverju balli. Bara, já maður, baldur hvíti. Náður að höstlega út af þetta? Já maður, ég höstlaði eins og einhverja Ford Model Píu maður og eitthvað shit maður. Og bara eitt og hann lendi á djamminu, þú veist, og það var fullt af einhverjum hefi skísjum maður og farð þú að spjallaði við þér eitthvað. Kem ég og byrja svona aðeins, það er allir á einhverju prófloka djammi og eitthvað og ég bara ok, eitthvað skóla og eitthvað og það bara, svo kemur eitt félagi minn að og segi, ég veit að þessi gaurinn frægur leikari eitthvað, leikir Benjamin Dúfu, þá voru þær allar sturluðistar, þá voru þær allar nýbúin að gera eitthvað lokaverkefni Benjamin Dúfu. Ég satt bara í miðunni bara með bara eitthvað 10 píur og allir að bjóða mig drikki og eitthvað með þér, ég var bara good shit sko. Svo var ég líka í einhverjum þáttum sem ég hétu Gestir með Magnús Skeving með Steinun Ólínu og hvað heitir hann eftir Anna Radíusbróðurinn. Hefur geggjaðir. Já, Radíusbróður voru drullu góðir sko. Já. Hann var ógeðslega fyndinn. Það voru svona frumkvöðlar sko, það haldi allar að hafa verið fóstbræður, en það voru radíusbræður. Þeir byrjunan húmor, en hann grilla húmor. Alveg. Og sko fóstbræður, alltaf fyrir fóstbræður, þá voru þeir með eitthvað dót sem var alltaf í dagsljósi eða eitthvað líka. Þá voru þeir alltaf með eitthvað sketsa tvíhöði sko, áður en það byrjaði sko. Nó, ok. Það sem ég man alltaf eftir því Dr. Frölich. Já, þeir byrja tvíhöðu, þetta breytti bara íslensku útvarpið eins og að leggu sig sko. Miklu meistarar með. Ég ekki alveg svona, ég er mikill fan að nú er þeir bara tveir eitthvað bara skeitt gamlir eitthvað spjallandi eitthvað í útvarpinu sko. Já sko, þeir þurfa að passa sig svo í dag, þetta Ingnar sem fór alltaf á kostum og var bara, hún var alveg einhvern veginn sama á sínum tíma og sagði bara hvað sem er. Nú er hann búinn að vera borgarstjóri og alls konar dæmi, þannig að hann getur ekki leyft sér að vera hann sjálfur lengur einhvern veginn, vera svona ofurruglaður sko. Hann er bara eitt fyndnasti gaur, bara ever. Hann er mjög fyndinn. Svona nokkra af þessum karakterum og þetta dót, þar á meðli minn, Dr. Frölich, skilur, hann af homma einhvern gaur sko. Langar þig til að kissa Dr. Frölich? Þú svona hommastrákur? Og þú veist, algjör rugl. Og svo hann í íslenska þjóðbúningnum. Þannig að ég held að það hefði verið bara í fóstbræðurum fyrir einhver heldur en í tvíhöða sko. Ok. Það er hann og Sigurjón Kjartansson eitthvað á baka eitthvað, spillingadans, ráðamenn þjóðarinnar dansa þann dans. Já. Það má segja að hann hefði verið svona, hann er öflugur klæðskeytingur. Getum orðað þessi svo, hann er svona gaur sem lúkar vel í kjól. Hann gerir það, hann er ekkert að spara það. Hann var hann ekki alveg í fremsta farabarati var ekki verið 3 árum eða 4 árum á Gay Pride? Ég bara held ég hafi aldrei mætt ég lendi einu sinni í Gay Pride þegar ég bjó hann í bæ. Opnaði ég get þunnur eitthvað og heyrði ég bara garga fyrir utan á mig, bara það er útsala á lesbíum, það er útsala á homum og ég var bara, hvað er að gerast með þú veist, og kíkti eitthvað út með það var bara eitthvað, þú veist ég bara, já það er Gay Pride, skilur þannig hef ég aldrei, þú veist, mér persónulega hefur alltaf verið alveg sama, þú veist, það er svona smá breyst svona núna í gegnum tíðinu þegar það er búið að reyna að, þú veist, þetta er út allt, allstaðar, alltaf og ég þarf svona að vera smá á varðbergi varandi krakkana mínu og eitthvað slags, þú veist, það er bara non-stop verið alltaf að íta þessu svona, þú veist, þessum áróri endalaust á, sérstaklega eins og krakkana mínu og dót, sko. Já. Að öðru leyti, þú veist, þá var ég alltaf bara eitthvað gaur langar að tótt einhvern annan gaur, ég bara, I don't give a shit, skilju, þú veist. Ég sagði alltaf bara fleiri píur fyrir okkur gaurana, skilju, þeir vilja vera eitthvað slummast, þessi gaurar. Bara ekki reyna að slumma mig, skilju. Síðan, þú veist, ég held persónulega einmitt að það hefur svona verið smá hijackað þessari baráttu, þú veist, áður þá var þetta alveg svona, þú veist, hella dæmi held ég að vera hommi, skilur, þú veist, held að vera alveg hefði erfitt. Ég get alveg skilið það, þú veist, það var alveg viss barátta hjá þessu liði að bara fá svona, við viljum bara fá að lifa okkar lífi og okkur, þú veist, ég var alltaf bara, já maður, þú veist,
Ég þekki mér þess að gæja sem hommi og bara kom aldrei neitt upp, skilur, það barst aldrei neitt í tal og þetta bara fínn náðungi, skilur, og bara ekkert mál. Já. En síðan einhvern veginn svona í, seinni tíð þá þetta orðið einhvern veginn bara, þú verður að gera þetta, þú verður að nota, ég clown self, ég they, them, þetta og og ég og þau svona að krefja mig til þess að ég held að ég sé einhvers konar astral trúður, og þú verður að taka þátt í því, ég bara þú mátt bara gera sem þú vilt, ég bara ekkert að fara að taka þátt í þessu, Nei. Það mín skoðun. Þetta svolítið komið úr böndunum, ég alveg sammálaður þar sko og þetta alveg góða punktur að sem hún segir sko í byrjun, það var auðvitað bara skelfilegt ef þú varst samkynhneigður, það varstu bara, þú gast ekkert færa á djammið og ef fólk uppgötaði það varstu bókstaflega bara lamin. Já. Og það var bara ofbeldi. Þannig að þessi baráttu var auðvitað algjörlega þörf og hún leiddi svo mikið að sér. Páll Óskar, hann tók þetta alveg á næsta level á sínu tíma. Það var einhvern veginn bara, við erum svo einfalt að vera, við menninir, Páll Óskar kemur og sá sigra hjá stelpunum, bara allar stelpur bara, ég elsku hann gaur, hann bara bestur og var bara súper fræður. Og hvað gerum við? Bara, já, ef ég tala illa Páll Óskar eða homma, þá fæ ég enga stelpur lengur, þannig að ég þarf að samþykja þessa hegðun, þannig að allir kallmenn alltaf bara svona, já, það gerist ekkert á mér í rúminu ef ég fyrir eitthvað að vera homma hatturinn, þannig að þetta breyttist bara svona á einni nóttu einhvern veginn út frá því. Ég hef líka bara séð, sko, það er alveg lög með Páll Óskar, ég er ekki mikill svona popgaur, það er alveg lög með Páll Óskar sem ég fíla alveg, ég hef séð hann live og hann er bara geðugur skemmtikraftur. Já, hann er brjálæður, sko. Hann er alveg bara, virkilega góður í sínu fæi. Og fyrir mér, sama eins og einhvern veginn verið í einhverju partí og var ég að segja bara, já, Freddie Mercury, hann er upp á söngurinn minn, kongur bara, þú veist hann er hommi, ég er bara, shit maður, þá verð ég að velja með nýjan, skilur, I don't give a shit, það er ekki eins og hann sér að ríða mér í gegnum tónlistina, hann er bara besti söngurinn, og fyrir mér, þá skiptir ekki svo miklu máli, sama eins og allt þetta, hvað maður að segja, það verður að vera svört lesbísk kona í þessu starfi, maður bara, ef ekki bara ráða þann sem er bestur í starfi, og mér persónulega alveg saman, ég hef unnið með, hardduglegum píum, einhverju sveita píu sem var bara, á við 3 gaura bara og mér er alveg sama og sama eins og með, eins og til dæmis eins og í einhver leikari og eitthvað svona, einhver kvikmyndagerð og eitthvað svona, eða tónlist bara listum og svona, að þessi er hommi og eitthvað, svo lengi sem þetta er ekki bara eitthvað, hann er að gera bara eitthvað, this is the gay song, skilur og eitthvað, heldur er hann bara að búa til eitthvað efni og er bara virkilega góður í því, þá skiptir það mig í raun og veru engu máli hvort að aðilinn sé hommi eða hvað sem er, skilur. Síðan ef við lítum á þetta, sko, það er alltaf að tala Freddie Mercury, en það var því að hann var bara svo opinn með þetta en ef við lítum á skemmtiniðina en í gegnum tíðina, það er þetta allt svona leynihommar sem hafa verið þarna í kringum tíðina. Nú er þetta allt upp á borðunum, Nú er þetta bara, En þetta var fólki, og hann voru allar að hlusta á þetta án þess að gera sér grein fyrir, en mér finnst hún enda pabbi kemur af gömlukynslóðinni og er svona gamall sjómaður og svona, ég hlusta bara á Cohen og eitthvað í þeim dúr, sko. Já, hvað var það, Rolling Stones og já, eitthvað svona yfir Deep Purple og eitthvað svona, bara eitthvað töffara tónlist. En hann tala alltaf Freddie Mercury, bara, já, bara, hann var það góður listamæður að við gömlukallarnir sem höfðum homana hérna, því að það var bara þeirra kynslóð, við hlustum samt á hana því að hann var bara svo góðu sem þetta er auðvitað bara besti söngvari sem upp hefur verið, sko. Bohemian Rhapsody, er bara lag, það kemur ekki á Bohemian Rhapsody annars ég klára lagið og syngt með því. Þetta er meistaraverk, ég veit það svona 5.000 sinnum. Það finnst þess að heyra þessa kynslu eða heyra pappa tala kynslunum sína þeir hafa samþykkt hann bara, hann var bara það góðu söngvari að við bara urðum að líta fram hjá þessu. Þetta er svona dæmi eins og eitthvað svona að það transcendar, það að þú ert kannski ekki, ég hef alveg hitt fólk og ég bara sé eitthvað, ég bara, ok, þú ert immediately í mínus hjá mér. Ég sé þig bara, skilur eitthvað, ég bara svona, þú þarft eiginlega að vera alveg frekar awesome til þess að það er eitthvað eftir að ganga og síðan ef það bara gjörsamlega snúið því við, með einmitt kannski einhverjum talenti eða bara með því að vera bara awesome manneskja. Já. Og einmitt svona talent og þetta transcendar alveg, eins og með Freddie Mercury, eins og þú ert að segja, það er eitthvað sem er bara nú þegar bara, já, ég hlusta ekki henni helvítis homma, sem bara spila hann eitthvað lag fyrir hann, þetta er geggjalag, þetta er hommin, hann bara, shit,
Ég fekk reyndar alveg góða kennslu. Það manneska í fjölskyldunum minni sem var fæðist strákur og fer síðan yfir í að vera stelpa og var fyrir rosalega aðkasti. Þannig að ég fekk þetta mjög snemma bara að læra inn á að það væri allt í lagi að vera öðruvísi. En á sama tíma fekk ég bara líka að því að ég studdi við baki mikið á þessari mannesku og þurfti nú að lemja alveg nokkra fyrir hana en þá fekk maður að sjá bara fordómana í beinni í gegnum hana bara hvað fólk hefði verið ógeðslegt sko á þessum tíma. Grimmt, sérstaklega krakkar eru gríðarlega grimmir. Já, þeir eru það á hluti sem ég skil ekki. En mér veist líka eins og í þessu, þú veist, það alveg til, nú tekur svo transumræðu í samvættu eins og mér veist það mikið að vera hijacka öll þessi homma, þú veist, LGBT baráttan hefur alveg verið hijacku svolítið mikið af þessu. Það x magna fólki, mjög lítið magna fólki sem með það sem heitir gender dysphoria, sem eins og þetta. Þú veist, það einhver sem fæðist og bara aldrei einhvern veginn að finna sig. Og þetta eitthvað svona lausn fyrir þau. Þetta bara mjög lítil prósenta af fólki. Síðan núna alveg bara svona holskefla af ungu fólki og þú veist eins og núna í Bandaríkjunum sko þúsundur, ekki tugir þúsunda sem það sem heitir detransitioner. Og áður þá var þetta alltaf þannig einmitt og alltaf að fara í gegnum eitthvað svona sem var þá kallað kynskipti aðgerð sem núna kallað kynleiðrétting. Og þá það að fara í gegnum alveg nokkra ára process af þú veist, hjá geðlækni og alls ekki svona dót. Þannig þetta ekki bara eitthvað, herru, já, Ævar, djöld maður, það flott, þú voru örugglega flott brjóst, klippum hann að þér, þú veist. En síðan núna verið að sýna hvað þetta orðið, nú þetta orðið svo ógeðslega mikið commercialized og þetta svo mikil gróða maskina að þegar þú nærð einhverjum krakka, þú veist eins og var viðtalið stelpi, heldur hún hafi verið 15 ára þegar hún fer á sko 14-15 ára, hún fer á hormónblokkur svo eitthvað og síðan hún 16-17 ára eitthvað, þú veist það búið að skera henni í brjóstun og gera hana og eitthvað í leiða á henni og eitthvað, gera hana ófrjóa og síðan hún bara tvítug og bara I made a huge fucking mistake. Ég sé þessu vídeó. Akkur stoppaði mig enginn. Þú veist, í staðinn fyrir þetta sé, þú veist, þetta bara heavy serious, þú ert að fara í gegnum alveg bara heavy marga flaming hoops til þess að komast í gegnum þetta og maður bara heyri, þessi manneskja með alveg brutal gender dysphoria og bara, þetta leiðin til að hjálpa þessari mannesku, að gera þetta. Já. Í staðinn, þá þetta bara, þú veist, þú farið einhvern svona staðlaðan lista þegar aðstofa við að gera þetta og hittir einhvern lækni, tvisvar eitthvað og það bara komur í þerapíu. Og þannig ertu búin að búa til sjúkling for life. Og þegar þú veist, þetta ekki svona einfalt að þú veist, að breyta sér í konu, að breyta sér í kall, skilur. Þetta ekki svona einfalt. Þú getur gert alveg bara, læknavísindin alltaf bara komin eitthvað bara, þú veist. Já, líka sko þessi aldur, það að ruggla við þetta er svo ungur aldur, ég meina, mann bara þegar maður var á þessu aldri sjálfum dag, maður var bara personan sem maður sá síðust í sjónvarpinu eða sem maður talaði við og allir úlingar voru oftast þannig, bara einn daginn voru allir úlingar skopparar, síðan voru allir úlingar rockarar og veist, það voru allir að finna sér bara ennþá, en þarna einhvern veginn bara búið að segja bara, já, þú veist að þú ert strákur að stelpa, en í sömu tilvikum, eins og með manneskunni sem ég var að tala maður vissi það bara frá byrjun sko og má nú ekki einu svona segja svona en strákar leikur sem bara með Max á spila og síðan leikur stelpur sem dúkkur og þetta voru undatekningur og það allir núna örugglega ykkur að hugsa eða ykkur að hlusta á þetta það ekkert alltaf þannig, nei, auðvitað ekki það alveg undatekningar en fjöldin hegða sér eins flestir gera það nema það sem henni þótti flottast var basically bara allt stelpudótið hún hafði bara áhuga á því meðan að strákarnir höfðu áhuga á strákadóti og maður sá alveg bara, hún bara stelpa alveg frá því hún var krakki þótt maður vildi ekki meðtaka alveg fyrst sko því maður bara ungur sjálfur og heimskur sko og sá maður það sko en síðan aftur á móti eins og þú segir hafa verið að taka mannesku sem bara, þú veist, stelpa sem stelpa bara þannig að hún verið 15 ára og þá fær hún allt inn í hausinu af því að hún bara eitthvað að spáði að drepa sig og eitthvað og heimurinn herru og hún finnur sig ekki þá bara ég hlýt að vera strákur og það redda bara svona að það eins og þú segir, þetta var ferli í gamla daga og það ætti að það alveg fárálegt að sé ekki af því að nú eru rosa mörg vídeo að koma fram alveg fullt, ég er búin að sjá hauga þessu vídeóum og
ég fekk svo mikið áhuga á þessu tímabili og ég var alveg að stúdera þetta og þá kom alveg mikið að fólki sem bara, mér var ítt út í þetta af skólayfirvöldum, mér var ítt út í þetta af foreldrum, þú veist. Og þetta bara líka svo mikið trend, þú veist, ég man eftir til dæmis einu sinni þegar ég er fæddur 84 og það var alveg tímabili sem var gett mikið af gothurum. Það voru goth, skilur, málaði, hvítir með gattaól og eitthvað. Þú veist, þeir bara farið til einhver sálfræðings og hann hefði sagt bara, það er rétt Ævar, þú ert goth. Tattúverið á þig fésið. Tattúverið á þig gothið, skilur, þú veist, aflitaðu húðinina, gerðu það albínóa, þú veist, og eitthvað svoleiðis. Og síðan þú bara komin í vinnu bara hérna, þú veist, þú kennari, já, ég hérna kennariðinn, akkur lítur þú svona út? Því ég er goth, þú veist, og eins og þarna, og síðan hvað þessi gothara núna? Þetta bara eitthvað gaur sem að vinna á reiknistofu bankana, þú veist, þú bara venjulegu gaur. Sama eins og með, þú veist, eins og ég var að segja, þegar ég var í 11 ára og fekk ég svona indjánaæði. Akkur fættist ég ekki í Indjáni, ég horfði á Last of the Mohicans, maður, ég var bara fucking Indjánar eru bara the shit, þú veist, bara geggjað dæmi, skilju, og ef einhverju komið bara til mín og sagt bara, herri, gerum við bara Indjána. Ég hef verið bara, þú veist, ég var ekkert, það er ástæða fyrir því að krakkar eiga ekki geta tekið sér ákvörðun út af þú ert bara í ruglinu, þú veist bara hver er ég og það er að koma eins og ein gælla sem var eitthvað svona whistleblower í Bandaríkjunum, hún er sem sagt, hún sagði bara ég er mikill stuðningsmaður allra þessar réttinda þessa og hún er sem sagt kona sem á transmann, þú veist, maðurinn hennar er kona sem breytt sér í mann, er transmaður. Hefur verið að vinna á fulli í þessu og hún sagði bara, ég verð bara að segja eitthvað. Þú veist, það er að koma hópar af stelpum, hópar sem að þú veist, allt í einu er eina, tvær er allt í einu, þú veist, herri, ég er að fara í, þú veist, í transaðgerð eða eitthvað, og ég er non-binary, ég er þetta og hinar bara, já, ég líka, þú veist, ert þú bara, þú veist, normal og þá er þetta svona gett mikið trend og hún sagði, það er ekki möguleiki að þetta magn að allar þessar stelpur í sama árgangi, sama bekk, séu allar með gender dysphoria. Það er ekki séns. Og þú veist, og þetta er, og núna í dag, þú veist, eins og þegar maður var yngri, þú veist, þá var miklu meira escape, þú veist bara heimdýr og maður getur hort á einhverju vídeospól og gert eitthvað. Núna er alltaf allt connected, alltaf. Það er allir, þú veist, það er ekkert escape eða frá neina þessu. Og það er svona áróður út allt. Og hún fór að segja, þú veist, að það var lið sem var að koma og það átti að svara einhverjum spurningum og þú veist og hún bara herri ok, þetta er ekki alveg málið eitthvað. Þá fenguðu listand með sig heim og komið tilbaka og þá var með svona stöðluð svör bara sem var bara akkurat það sem þau þurfti að segja og þetta var bara svona fast trakkað í gegn. Og hún sagði bara þú veist, þetta er allt of mikil fjöldi, þetta er allt of mikið af þessu og mjög mikið af þessu liðið minn er þetta fólk sem að einmitt þú heldur þér í seldi ykkur hugmynd það þetta sé fyrir að bjarga lífiðinu. Og eins og þú sagðir hérna, þú veist, eitthvað mannski sem ég kannski bara ég er bara pælið að drepa mig eitthvað út af þessu. Það er ekkert endilega alltaf málið. Það er kannski freka bara einhvern veginn, þú veist, bara ég veit ekki hver ég er ekki að finna mig og allt í einu, þú veist, er þetta einhver leið út, skilur við. Já, svona gulrót sem búið að setja þér fram með það. Þetta gæti verið lausnin og þá pröfur að hlaupa eftir henni, en þú getur ekkert hlaupið tilbaka eða þú ert búin að ná í gulrótina. Þetta er alveg frekar, sko, þú veist, heavy dæmi, þú veist, hvað hérna að þú veist eins og ég segi, þú getur tekið ýmsar ákvarðanir, þú veist, ég hef tekið mikið af stúpid ákvarðunum ævina, þú veist, sem er eitthvað svona sem ég vildi ekki tekið tilbaka sem hefur haft áhrif á mitt líf og svona en þetta er alveg permanent hérna alteration og þú ert að gera sérstaklega eins og af þessum stelpum og mikið af strákum þess að við verðum að selja þeim og segja þú ert að fara að setja pásu á puberty það sem heitir þetta puberty blockers þú ítir bara pásu og svo ítir bara play eftir það er ekkert þannig að þú veist, þú ferð ekki gegnum kynþróskan og þú verður ófrjór þú veist, og þú ert að taka og aflima, þetta er sem ég myndi segja bara að maður, ég hef alltaf fílað mig eins og hérna, ég væri fótalaus þú veist, það er annað sem er nýtt sem kom, transabled, einhver kona ég vildi alltaf verið blind og talaði ykkur læknir og svo hún blinduð með ykkur dóti ég sá þetta á vídeo maður er bara, þú veist, ok, allir bara, en það er fárulegt ég bara, ok, þarna dregur þú línuna en hver er þú þó til að draga línuna þarna í þessu, þegar þið finnst þetta fárulegt, en þetta er í lagi og hvað kemur svo næstu eftir því og líka þú veist, ef þú ert fullari manneska og ert að ákveða að gera eitthvað svona hluti ég bara ok,
þetta fárlegt, skilurðu, og mér finnst þetta eitthvað kannski undarlegt og þetta er kannski ekki réttum ástæðum, en þú ert fullurlega manneskja og þú valdið hvað þú vilt gera sjálfur. En þegar þú ert farin að targeta börn, sérstaklega lítil börn, og þú veist, það er kannski eitthvað barn sem er að alast upp og það er sagt, þú ert kynlaus, þú veist, við barnið, það er ekki sagt út strákur eða stelpa, mammaðin er kall sem er eins og kona og pabbiðin er kona eða eitthvað, þú veist, og þetta er allt eitthvað svo ógeðslega og þú ert bara, eina sem ég lesi fyrir þig er eitthvað svona transbókmenntur og eitthvað svona dót. Getur ímyndaðir hvað þetta hefur mikil áhrif á, þú veist, þú getur móta barnið sem þú vill. Auðvitað. Þetta er bara veruleikinn sem þú setur fyrir fram að barnið. Það verður bara, herri, ég þarf að taka þátt í þessum veruleika og ég þarf að vera einhvern veginn svona til að vera eðlilegur, af því að þarna er búið að normalæsa þetta alveg fyrir þér og það sem við þekkjum, við erum aldrei uppi við, það er bara kalli kall og kona er kona. Eins og hefur verið bara síðan bara the beginning of time, langar til bara fyrir einhverjum x árum. Þetta er alveg rétt hjá þér, það er ein ung stelpa sem ég veit og hún átti svolítið erfitt með aðlagast í skóla, þetta er bara barn sem ég er að tala og ég held að það hafi verið 8 ára aldri, 8-9 ára aldri að koma einhver fyrirlestur eða eitthvað svona, það var eitthvað í kringum skólan eitthvað að vera að tala þetta og hún sagði þá í 1 ára að hún væri lesbía, alveg alla 9 ára aldurinn og hún er 10 ára í dag núna en nú er hún orðin hrifin að strák aftur. Hún var alltaf hrifin að strák fyrir fyrirlesturinn, það var hennar bara svona náttúrulega eðli. Já. En þessi fyrirlestur rugglaði alveg í hausnum á hann í 1 ár. Þetta er íslenskt barn og þetta er bara staðurinn. Þetta er 9 ára barn. Þetta er 9 ára barn. Nú er hún 10 ára og nú er hún aftur, nú er ég skotin í þessum aftur og þá, maður sá þetta bara beint annað, bara við þurfum aðeins að slaka á hérna og maður skilur þetta alveg því ég var á þessum aldri, ég man að Robocop kom út og ég verið að labba eins og Robocop þegar mér langaði að vera Robocop. Klikku mynd líka bara. Alveg brjálu mynd þegar maður lítill og ég hefði eitthvað komið bara, herri, við skulum breyta þér í velminni. Ég hefði bara, yes, og síðan hefði ég alveg pottitt séð eftir því. Ég ætlaði að vera ninja líka, sko. Það var líka long-term plan hjá mér, sko. Bara fyrir Japan, one way ticket í Japan, finna bara eitthvað treyni með sér ninja, þú veist. Já, síðan ég verið að sína þetta, sko, fyrir litlubunni, fyrir ekki að greið frá mér. En sko, bara eins og Jordan, það vildi allir vera Jordan. Hann var bara settur upp sem stjarna bara, og allt í nú voru bara allir á körfuboltavellinum að spila körfubolta. Það var bara því að við influensum börnin, hei, þú vilt spila körfubolta og vera eins og þessi maður hérna. Og það var svona utan og komandi bara áhrif. Og þetta núna í dag, að vera að dæla bara að þú sett betri manneskja, ef þú ferði eitthvað neginn og ferði eitthvað kynskiptingaðgerð, þá ertu bara á einhverju stalli sem er hærri en aðrir, sem er verið að representanta með núna. Það er rosalega rátt. Það eru þetta, við eigum bara að láta börnum meira, við tókum trúna því að við viljum bara leyfa börnunum og allir voru sammála bara ok, við leyfum bara börnunum þegar þau eru komin á úlingsaldurinn að finna sína trú sjálf og ef við gerum það, af hverju getum við ekki bara svona hei, slökum bara á, við erum ekkert að dæla þessu í börnin, leyfum bara börnunum að koma út alveg eins og þessi mannesku sem ég var að tala sem fór í kynskiptingaðgerðina. Þú veist, það var ekkert verið að ýta svo ún í hana. Það var bara beðið þangt, hún var komin á viðeigandi aldur og þá einmitt fór hún í gegnum þetta ferli og þá bara ekki spurning. Hún er kona. Við vissum að fjölskyldan þetta en hún þurfti samt að fara í ferli og sanna það fyrir ríkinu. Og það er fáralegt að það sé búið að taka það af. Ég er alveg samanlegaður þessu, sko. Þetta er mikið í börnunum, sko. Mér finnst, eins og þú veist að tala búið að taka svona trúna út á þetta. Ég var lengi vel ég vel tekið eitthvað smá trú núna og sérstaklega svona í seinni tíð ef ég séð meira og meira hvað trú hafði áhrif á mig út af því að hvort sem ég var kristin eða ekki þá er ég alin upp í þjóðfélagi sem byggist á kristnum gildum sem samanber bara þú veist, þú fer bara til Íran það er bara þjóðfélagi sem byggist á íslam gildum og þar eru aðrir hlutir sem tíðkast, skilur við og hvort sem þú ert trúlaus eða ekki að þú þolið þetta ekki þá er þjóðfélagi samt alltaf byggt upp í kringu þetta og mikið af þessu er mjög gott stöf bara þú veist, ekki vera girnast konu náungans, ekki stela ekki drepa, þú veist og bara svona basic shit sem að ég fór meira bara að hugsa að þú veist leið þú útmáir þetta alveg út tekur trúna alveg út og þú normaliserar þú veist, voðalega mikið það sem ég kýs bara að kalla úrkynjun þú veist,
er ekki allt sem eitthvað, þú veist, eitthvað gay og þetta er eitthvað úrgjörnulega, en það er mjög mikið verið að normalisera alltaf, normalisera þetta og núna verið að tala þú veist, leið og ég heyri það, þú veist, þá var ég alveg bara minor attracted person. Já. Ég bara, ertu að meina þess að pedofæl? Þú veist, en þá er liðskilur sem þá mætir ykkur pía sem heldur hún sig gaur, eitthvað klift hérna eitthvað fárlega með eitthvað háskóla fyrirlestur að segja fólki hvað þau eru miklu vitleysingar og hvað þau eru að miskilja love is love, minor love is ég er bara ég er aldrei fyrir að normalisera þetta. Aldrei. Það er bara ekki, þú veist, þarna þú ert langt komin umfram mína línu. Já. En þá kemur þetta saman sem ég verið að segja, þú veist, þetta er svolítið Pandora's box. Allir eiga að vera accepted fyrir alveg saman hvernig þeir eru, á meðan að megin þorrin af öllum, 90% bara eitthvað, þú veist, eru bara venjulegir og eru bara að lifa lífinu sinu algjörlega venjulega og svoleiðis, en það verða allir að hneigja sig og beygja og passa sig á öllu hvað þeir segja og hvað þeir gera og verður alltaf vera gútur og vera alveg tipptopp fyrir þennan pínleitla minnihluta. Skilur við, og inn í þeim minnihluta fela sig, þú veist, sjúkt fólk. Alveg, já. Þú veist, eins og sem dæmi, ef ég ætla að fara með dóttur mín í sund og hún fer ein í klefan, þá vil ég ekki að sé maður í klefanum með henni. Nei, ég er samanlega. Það er bara, þú veist, sorry með mig og það getur vel verið að sá maður sé einmitt, eins og þú ert að tala svo mann sem þú þekkir. Ég er kona og bara, þú veist, besta mannskja og allt svoleiðis. En ég get ekki fullvissa mig eða eitthvað annan það að þetta sé ekki bara einn af þessum old school perrum sem var að taka myndir af stelpum og klósetti eða eitthvað svoleiðis. Þetta lið er bara, þetta er bara villta vestrið núna. Og það er til nóg að þessu liði, sko, ég meina, sem er með svona sýnuþörf, sko, og nú er mikið af vídeóum það sem konur eru að tala það eru í kvennaklefanum og að því einhver sagði að hann væri kona, en er ennþá með kallmanns kynfæri og hann er bara allsbyrðana og það þurfa að horfa á það. Þú veist, auðvitað er til endalaust ógeðslegu gaurum sem eru með svona sýnuþörf að láta sjá sig þannig og þau eru auðvitað misnota svona aðstæður. Ég meina, þú veist, hvað hétta nú? Chatroulette. Manstu því? Það var bara, þú fletti bara gegnum titlinga, það var bara endalaust. Ég meina, hvað heldur þetta fólk haldi sig, þú veist, auðvitað þegar þeir finna svona lúpu, já, ég þarf ekki verið að chatroulette að sína tippið á mér, ég get farið bara á staði í kvennaklefunum og verið með hárblásara heil lengi og sínt mér þar, auðvitað viljum við halda svoleiðis út úr kvennaklefunum. Þannig að þetta er mjög vant með farið það sem við verðum að reyna að gera, sko. Og líka eins og þú ert að tala hana, þú veist, en að chatroulette, ég ákveða að fara á chatroulette. Skilur, ég ákveða að ringa mér hann og ég veit að hvað er í boði, þetta getur verið hvað sem er random. En það eru viss secluded, secure spaces, eins og það er talað skilur, fyrir konum. Það ég persónulega, þú veist, að gaurar almennt við, þú veist, hefur farið inn á kallaklósett og vinnustað og síðan ekkert einu sinni laumaðurinn á kvennaklósetti, það sem eru bara blóm og kerti og geðveikt góð lykt og falleg mynd og eitthvað svona dóti. Ég bara, vá maður, þetta bara, þú veist, kvennaklósettið. Ég var að vinna í dyravörslu og þegar við lokuðum staðnum þá þurfti ég að skúra klósettin og þannig að þá sá maður svart og hvítu munin að kalla á kvennaklósettinu. Og þarna er, þú veist, eins og í þessi secure, hvað maður segja, women's space og það verður til dæmis sem dæmi, ok, ef ég ætla að segja núna bara, Ævar, núna í þessu viðtali bara núna, ég er kona. Þú bara, Fúsi, láttu ekki svona skilur, ég bara, jú, ég er kona, ég ætla ekki að raka mig, ég ætla ekki að gera neitt, en þú verður, bara eins og í 9 föt keisarans, að sjá bara það að ég er kona. Falleg, hugrökk kona. Og ég þarf að septa það er að skrýtna við það. Og ef að þú ert ekki til í að ég fari bara í klefan með dóttuðinni, skilurðu, þá er eitthvað að þjá þér. Sem er þetta sturlað. Sem er sturlað dæmi. Og þú veist, flest fólk er bara þannig að ég hef ekkert á mótinu, ég vil bara ekki búið til neitt vesen. Skilurðu, ég vil ekki vera á móti, ég vil ekki lendi í ykkur, þú veist, hardcore umræðum, ég er ekki, fíld ekki, skilur, en ég ætla bara ekki að segja neitt, skilur. Fangatilega effekta, þetta er ekki að effekta mér í beint. Nei. Og ef að þetta er, skilur, sem dæmi, að þú veist, eins og við séum líka bara eins og í kvenna íþróttum og fleira svona, mikið er að berjast fyrir, þú veist, eins og það er svona skólastyrkir og svona fyrir einhverja stelpur og einhver stelpur sem er búin að
æfa svo mætir einhver mediocre gaur þú veist og smókar þér bara einhver 40 ára gamall kall skilur eða eitthvað þú veist eins og núna eitthvað á Paralympics þú veist það ólympíuleikum fatlara einhver gæja sem 50 ára eða eitthvað líka sem trans sem að keppa í einhver hlaupi blindra hann eini sem ekki með aðstoða hlaupari hinn bara alveg blind með einhvern gaur sem hún svona bundin við að hlaupa með en hún eitthvað það sjóndubur að keppa í þessu og þetta bara gaur þú veist þarna maður sér ekki mikið af því að það séu konur ég held ég hef aldrei heyrt það að sé einhver kona sem breytir í kall og að taka einhver heimsmet það mikið það sko það en aftur á móti kallar sem breytir í konur allt í einu komnar í það að vera bara þú veist heyru já ég bara alltaf taka þátt sem kona í bara þú veist kraftliftingum og okkur svona dót þú veist þetta eins og þarna þetta ekki sanngjarnt þetta ekki normal og leið og við förum alltaf bara ég ætla að normalisa þetta við verðum að normalisa þetta hvernig væri bara að ekki normalisa þetta og fólk læri bara smá að skamma sín Já, þetta samt rétt sko ég var bara að horfa á þetta vídeo í gær þar maður sem hann var að þjálfa konur fyrir kraftliftingar ertu búin að sjá þetta og síðan skráði hann sig sjálfur að því að það kom trans inn maður sem bara identify as a woman og hann var að rústa öllu konunum þannig að hann skráði sig bara þjálfarinn sjálfur bara til að sína fáralegan af þessu og fór hann á vann mótið og rústaði og þá var hinn manneskjan sem var transmanneskjan að kvart yfir þessu hann skráði sig þessi gaur, hann svo þjálfari í kraftliftingarliðsins í Kanada og hann skráði sig pronouns whatever helps me win Já, var það svoleiðis? Okay. Og hann, metið hann sem hann tók, hann smókaði þetta met sem að transarinn hefði sett og þessi kona, þessi maður sem þessi transarna var búin að vera að drulla yfir konundar í kannski, akkur væri svona lélegar, akkur liftinu væri svona lélegar og hann var ronalega mega pirraður á þessu og núna stendur metið hjá þessum þjálfara sem mætti þarna fullskeggjaður og sagði bara, ég kona Þetta bara fárlega þetta sé hægt Þetta met hans stendur sem kvenna metið Þetta minnir mig samt á eitt sko, ég verði nú að snúa út úr í sko, það á South Park þáttunum sem við horfðum á hana Strong Woman besta shit ever sko alveg þeir sá þetta svolítið fyrir Heather Swanson já alveg það brjálaði þáttur það var bara svolítið svona að vera að sína inn í framtíðina bara hvernig þetta fer að verða South Park svo góðir bara I'm not here to talk about my transition. Lítur þetta svo Randy Savage. I'm gonna roll these girls up and I'm gonna smoke them. Þetta bara svo ógeðslega gott, þú veist. En eins og í þessu, þú veist, og það sem mér finnst finnast að vita það að, þú veist, ég svona, bara heyrðu, sér þetta enginn, skilur. Þessi þróun búin að fara svona smá hægt á stað og núna að taka á stað, sérstaklega í þessum íþróttum. Já. Og það mikið af konum og sérstaklega konum sem eru ekki að keppa eru bara, þetta er bara kona þú veist og hún má alveg keppa hérna þú veist og hver þú til að segja að þetta sé ekki svona síðan eru professional sko margfaldir ólympíufarar og eitthvað svona konur sem að segja bara heyri, þú veist það virkilegu munur eins og til dæmis, það var einhver tennisleikari sem var hérna frægur kall sem sagði bara hérna að Venus, hvað heitir hún hérna Venus Williams eða eitthvað hérna sem einn besta tenniskona heims hérna Já, takk hún sko hún ekki bara einn besta, hún held ég bara langbesta tenniskona allra tíma Já. Og hann sagði bara, ég held að hún get ekki unnið sko, hún get ekki verið í topp 50 á 200 topp 200 og þá var allir bara, allar ekki að biðjast afsökunar og eitthvað svo var hún spurð þetta ykkur þætti og segi, hefur aldrei langað til að keppa á móti gaurunum hún var bara, nei, þetta bara eiginlega annað sport þeir myndu bara smóka mig Já, klára mig á 6 mínútum eða var þetta bara búið Já, þarna farið bein frá hennar munni sem bara the GOAT skilur, legend in the game hún bara svona, ég á ekki breyki þess að gaura Nei. Og það var gæi sem kom með einhver retired tennisstúdi hann var bara eitthvað að smóka sík og milli sett og eitthvað og hann tók hann bara gegn þú veist, þannig að eins og þarna það ástæði fyrir sér skipt og ég ekki að segja það, þú veist, það sé ekki konu eins og ykkur, ég veit nálega kettlingur sem myndi taka þig
vissulega, ég hef alveg, þú veist, verið í Mjölni og eitthvað svona dót, þar sem ég hef verið tekið nú bara pakka saman að einhverju píu, en hún er líka bara miklu meira skild heldur en ég, þú veist, og sama eins og með hérna í öðru, það er alveg til alveg, þú veist, nautsterkar kettlingar, þú veist, en í norminu, í beinabyggingun og öllu þessu dóti, sem hún fer í gegnum í puberty, þá er öðruvísi í bygging hjá köllum og konum, sem gefur þeim vissan advantage. Og þetta er annað sem við vorum að tala um eins og með þessu puberty blockers og svoleiðis, að þetta er svona sem er verið að íta eitthvað á, þú veist, það er eitthvað svona gæi sem er kannski með 50 og fyrir gegnum eitthvað transition. Hann er aldrei að fara að breytast í einhverju glæsilega konu. Það er bara, þú veist, 1 in a trillion. Hann einhvern veginn sér, fyrir sér kannski einhvern veginn, að ef einhver hefði bara hjálpað mér og gert þetta fyrir mig þegar ég var barn, þú veist, og sér fyrir sér einhvern veginn eitthvað svoleiðis, eitthvað svona að lifa þetta einhvern veginn í gegnum einhvern annan og þú veist, ef þú vilt móta þitt barn, það er eins og sem dæmi, þú veist, þá var hérna sem sagt manneski sem er tengd mér, sem var að klæða son sinn í kjól og ég var bara ok, þú veist, hann á ekki systur, bara hvaðan er þessi gjóta að koma, hann valdi þetta sjálfur, þú veist, þarna fær hann gett mikið praise frá þessari mannesku, skilur mömmu sinni, þegar hann er í kjól og eitthvað svona, sem hann er hættur núna og ég sagði bara ok, gott og vel, segjum svo ég myndi bara klæða dóttur mína bara í Ku Klux Klan búning, þú veist, og mæta bara með henni og alltaf þegar hún fær henni væri bara ó, hvað þú ert fín, þú veist, og svo myndi ég mæta með henni bara í jólabúðið og hún myndi bara vera hérna, allir bara hvað, þú veist, akkur hún glæddi þetta, hún valdi þetta sjálf, þú veist, þannig er ég búin að móta þetta barn að þessu og þú veist, þú getur búið til í rauninni líka við, hvað maður segja, hvað sem þú vilt, þá getur að barnir orðið x gamalt, þá getur að þú veist að þú ert orðin komin með kannski meiri skilning á heiminum og svona fattalatinn eru vá, þú veist, þetta er kannski ekki alveg rétt það sem er búið að vera að segja við mig. En ef þú ert búin að vera á puberty blockers og búin að klippa þér titlingin og allt í þeirri mildi, þú veist, það er voðalega erfitt einhvern veginn að gera eitthvað turnaround á því, sko. Það er ekki hægt. Nei, þú veist, þetta er svona, þetta finnst mér of mikið. Já, og það er einhvern veginn ekki hægt að tala gegn þessu, af því að sko, ég meina það sem við erum að tala núna er rosalega svona Eldfimt. Já, eldfimt. Og væntanlega megum við búist við ykkur, en það er með tökum því bara að það kemur eitthvað aðkast og þá verða það nú oftast einhverjar gríðarlega ófríðar konur með blátt hár, bara heyri eitthvað henni að segja. Það eru bara þessar standardtýpur sem eru að trillast yfir þessu, sem eru ekki einu sinni trans sjálfar og þessar týpur sem trillast mest yfir svona umræðin sem við erum að gera núna er bara konur, það er eitthvað, veist, oftast eru það konur, jújú, það eru kallmennarna líka, en þeir eru nú í minni hluta en konurnar. En oftast kallmenn og konar, þetta er fólk sem á ekkert líf, bara gjössalega á ekkert líf og finnst þau þurfa að skipta máli og finnst þau einhvern veginn, ef ég fer úr bara teka alla bituleika minn út á netinu þá, og tryllist bara, þá er ég einhvern veginn betri manneska fyrir vikið, þannig þetta er bara svona, bara fólk sem er búið að skýta upp á bak, bara með sjálft sig og hvernig það er og það er svo rosalega leiðilegt, það á enga vini en það er búið að koma sér í ykkur grúppur, ykkur Facebook-grúppur, eitthvað berjast fyrir réttlætinu eða eitthvað svona hvað sem það heita og síðan kemur svona þáttur eins og núna og þá eru þessi þáttur postar inn í þessa grúppur, sjáu þess að tóa hérna hvað er að tala og þá er þetta sama samt, kemur sko og tryllist í kommentakerfinu okkur, en ef þú tækir þetta fólk í þessari grúppu og myndir loka það allt bara inn í Laugardalshöll saman, bara í eina viku það myndi drepa hvort annað því að þetta fólk bara getur ekkert verið með öðru fólki þess vegna eru þau allan daginn heima á netinu bara allan daginn að leita yfir ykkur og hneykslast og að því að þau eigi ekkert líf, þau eigi enga vini þau eru bara rífandi kjaft allan helvítis daginn á netinu og leitandi ykkur bara til að trillast út af og þetta er liðið sem kemur svona áfram að það sé ekki hægt að tala þetta af sanngirni og fólk eins og við megum ekki hafa skoðanir af því að það þarf alltaf að vera á móti þetta er svona antisocial behavior bara mótur og röskun á mjög slæmu stigi þannig að bara allt sem er norm, þá er ég bara á móti því og ok, eitthvað sem er ekki norm, ég ætla bara að styðja það þetta er mjög sjúkt hvernig þetta er orðið í þjóðfélaginu í dag með þetta að gera og þá er þetta líka eins og þú talið með þessu, þú veist, þá er þetta er þessi savior syndrom,
þú veist, ég er að þú veist, móðgast fyrir hönd einhvers annars, fyrir eitthvað, þú mátt ekki grínast með þetta, þú veist, og þegar ég er að móðgast þá fyrir hönd Eskimóa eða þú veist, whatever. Já, þú voru að breyta nafninu hana, Eskimo Model. Já, þú veist, eitthvað svona fárlegt og sama eins og þetta, það er eins og þú segir, þú setur þetta fólk saman í Laugardalshöllina og þegar alveg sama hvað þú ert sko pure, ef svo má segja, hvað þú ert woke, þá getur aldrei verið 100% hreinn. Enginn er nógu hreinn til að lenda ekki á hreinsinu á eldinum. Þú getur verið bara, ég vil að sé trans í íþróttum, ég vil að þetta sé svona, ég vil bara ég er með þessu, ég er með þessu, ég er með þessu, ég er með þessu, en ég kannski ekki alveg til í að sé að transa börnin. Bang! Tekin. Þá ert þú bara, já, ok, þú svo hatar, þú hatar þetta, þú veist, þá ert þú ekki nógu hreinn og það enda allir á bálinu. Herru, ég sé að þú postaðir hérna á Facebook 2011. Þú veist, eitthvað sem þú sagðir einhvern tíma, þá bara, þú veist, það er eins og lið sem er að fýta krókódíluna í þeirri vonum að þeir verði jætni síðastir. Skilur við? Spæði sem þetta... En byrju, ég klára það, það er að, þú veist, eins og þú varst að tala að það megi ekki ræða þetta, ef þú getur ekki rætt hlutina á skynsamlegu leveli, þá mun aldrei neitt vera, nema eitthvað baktjaldamakk, eitthvað liða kvísla eitthvað á bakvið og svo kemur sprengja. Í staðinn fyrir að setja að tala um þetta sem við erum að tala um þetta núna, bara á rólegum nótum. Við erum ekkert með eitthvað hatursorðræðu, þú veist, eitthvað bara, þetta verður samt flokkað undir það. Já, en þú veist, ef við værim hérna núna bara advocate bara fyrir því að það væri bara eitthvað death squads, þú veist, kála þessu liði og þá er ég bara, ok, þannig ertu farin að brjóta lög, skilur við, með að kalla eftir ofbeldi og svona, en ef þú getur ekki rætt hlutina og þú ert ekki með, þú mátt ekki hafa neina skoðun á fóstureyðingu, þú mátt ekki hafa skoðun þessu, þú mátt ekki hafa skoðun þessu, ég bara ok, en síðan þú að segja mér ógeðslega mikið það hvernig ég á að vera sem maður. Ég bara svona, mátt ekki ráða lengur. Og þú ert ógeð, þú ert í nauðgara menningu, þú ert hvítugalmaður, hjálpaðu mér. Ég bara svona, nei, veistu hvað, ég ætla bara ekki að gera það. Þess vegna er verið að setja þetta í samhengi við fasisma. Fólk er ekki að fatta þetta. Ég myndi það sem þú varst að segja núna. Þess vegna er allir að tala núna, ok, þetta er orðið svolítið svona fasisma bragða þessu. En það er einmitt, þú mátt ekki hafa þína eigin skoðanir eins og við erum ekkert búin að segja bara að þetta fólk á að deyja. Einu sem við erum basically búin að segja er bara passa það að það sé ekki þessi strípi pervertar að komast inn í klefan hjá kvenfólkinu og látið börnin bara vera börn. Já, bara leyfi börnunum bara að vera þau sjálf og aðeins uppgöta sjálfsög. Við tókum það með trúna, við ákveðum það, okkur ekki með eitthvað annað líka, sko. Og einhvern veginn, þá er samt þessi hópur sem er alltaf að trillast yfir öllu, þetta ruslið eins og ég kalla það. Þau eru bara farin að mistúlka allt núna og bara, kallaði mér ruslið, nú ætlum ég bara alveg að kryfja hvert einasta orð og ég ætla að mislesa eitthvað og flokka það undir hatus umræð sem er auðvitað bara sturla. Og líka eins og þetta er mjög slippery slope sem ég er mikill sko, talsmaður málfrelsis. Já. Og þú veist, þú getur sagt fullt af shiti sem að ég er mjög ósammála og ég er þú veist, eitt af besta sem ég get gert við því, í staðan fyrir að þagga niður þér, það er að koma með eitthvað betri counterpoint. Já. Þú veist, og leiðu að vera að sensora allt og þú veist, leiðu að segja að við verðum að stöða hatursorðræðu en hatursorðræðu bálkurinn er svo ógeðslega vítt mengi. Hvað er hatursorðræða? Hvað er misinformation og hvað er hate speech? Það er alltaf verið að breyta því núna. Það er alltaf verið að breyta því, það er alltaf verið að víkka hennar ramma. Þá getur á endanum get ég nota þetta og þú ert voðalega ánæður að meðan þú ert með strókglerið, sko, þetta má ekki segja, þetta má ekki segja. En síðan missir þú strókglerið í hendurnar á einhverjum öðrum sem er á allt öðrum pól og hann allt í einu er byrjað að nota þetta á þig, þá ertu bara, nei, þetta er ósöngjan. Já, en síðan líka hræstni bak við þetta, sko, það sem angræði mig mikið, ég fylgdist mikið með þessum ruglaða hóparna og þá er einmitt verið að tala fordóma og allt þetta og það bara þetta er svo típist frá svona mannesku. Það var eitthvað gamall maður, hann sagði eitthvað, ég man ekki hvað hann sagði og það var ekki einu sinni það fordóma fullt, sko, en það var bara svona gamla kynslóð, hvernig hún hugsar og þá skrifaði einn af þessu réttlætis riturum, ég get ekki beðið eftir að kynslóðu þín deyja þegar það deyr svo mikið af fordómum með þér og maður er bara fattar ekki hvað þú varst að skrifa. Það sem þú skrifaðir var miljónsinu verra heldur en það sem þessi gamli maður skrifaði nokkuð tíman og það er svo oft þannig að maður sér það á samfélagsmiðlum að það kemur ykkur og segir kannski eitthvað sem er á gráu svæði og þá kemur þessi hópur
og bara hann étur bara menni svo þú eða bara skilið að deyja eða hvað sem þið skrifa og það og ættir að missa vinnuna og bara algjörlega og það ofbeldi sko og bara hræsnin í þessu fólki svo gríðaleg að þau skulle upplifa þessu góða fólki þegar að það oftast meira ofbeldi frá þeim og síðan líka bara bullu við tökum svona dæmi hvernig þetta búið að vera gegnum tíðina Hildur Lillendal eiginlega eitt besta dæmið það var bara hún stofnaði þarna samtök að berjast gegn netofbeldi netnýðingurinn sjálfur já síðan var hún bara hún var svo rosaleg í kjaftinum og hún tók einhvern veginn samfélagsmiðla og tók það bara niður nokkuð þrep fólk tala ekkert svona á samfélagsmiðlum fyrir en eftir Hildur Lillendal bara mest afrek hennar eins og ég sé að hafa tekið bara svona siðferðislega umræður sem allir voru bara svona ennþá góðir og bara svona dömpaði niður á rustlevel þar sem allir voru bara þetta var líka rosalegt sko hvað hann var að tala hann var myrtur einn ég byði nú bara aðstendendur afsökunar á þessu en hann geta að tala þetta öðruvísinu en nefna var hann ekki Einar hétan sem var myrtur í Öskulíðinni eða var það lögfræðingurinn sem myrti hann sem hét Einar þetta var alltaf að mála hann var myrtur með hamri og síðan var hún sko ég aldrei sé bara svona svart sko þá sagði hún langar að nota hamarinn sem eina að myrtu með það því að þá búið að víja hamarinn og maður var bara wow og síðan sem allir vita nauðga með tjaldtæli og síðan á sama tíma hún að berjast gegn ofbeldi á netinu og þetta bara hræsnin í þessu liði akkurat svona sko og það sem hún sagði sko hún var að gera þetta sko gegn netnýð sérstaklega gegn konum sko alltaf þetta og sko kallin búið svona öllu þessu og hvað verið að gera árásar á konur svo kom þetta bara upp og hún hefði verið bara að fucking stolka og hánda einhverja söngkonu sem ég man ekki hvað heitir Hafdís Huld eða eitthvað bara sem var að gera eitthvað barnavísur og eitthvað og bara þetta nauðgaði með tjaldalög svo kemur þetta upp yfir hún og þá bleimaði hún svo kallinn sín kallinn hennar hefði verið á aðgöngum hennar og svo verið þetta eitthvað viðtalaukur feminist og fleiri og segja þú veist ert þú til í að fordæma þetta hjá henni þá bara nei ég ekki þú ert ekki fyrir að fá mig hérna í beinni til að fordæma hana þá þetta bara svona eins og hún í mínu liði gaur í Man U skilur Manchester United tæklar eitthvað gaur og endar ferilinn hans en ég ætla ekki að fordæma hann og hann Man U maður eins og ég sko þú veist þetta orðið eitthvað svoleiðis í staðinn fyrir að sjá bara þetta var mjög rangt þú veist og þetta eins og við talum að þetta svona það er svo mikið fyrring í gangi þarna og þetta er svo súrt að segja þú veist að ef að þú segir eitthvað þetta þú veist þá þetta bara hatursóra og þetta svona en ef að einhver í mínu ef að hún segir þetta það er öðruvísi reglur þá aðra reglur sem gilda eins og hún var ég man nú ekki hvað hann heitir en hún var líka svona öfgafeministi rauðar skemmtilegasta og hún var með hvað var ekki trommuleikarinn í Sigur og segja eitthvað svoleiðis heitir hann ekki Örn eða eitthvað en hann þurfti að hætta hann var sakaður nauðgun hún var búin að vera að berjast einmitt á samfélagsmiðlum alveg á milljón og bara alltaf að segja ef kona hann segir að hún hefur verið kynferðislega áreitt eða misnotuð á þetta alltaf að trúinni og alltaf að segja svona og síðan kom hann einn kona bara maður þinn nauðgaði mér og þá einhvern veginn allt annað tótt sko þá bara eitthvað ég veit nú ekki alveg með þessa konu sko það bara þau voru eitthvað fyllir í en allar ekki að þú veist hrauna yfir manni þinn eins og þú ert búin að hrauna bara yfir all veist, og þetta var á þessum tíma þetta var bara sturlaður tími mannstu eftir þessu bara þegar að MeToo dæmi var alltaf þegar MeToo dæmi og maður var að lesa bara þetta var fyrirsögnin á aðalsíðunni bara framan hvort það hefði ekki verið DV eða Vísir ég mann ekki hvort blaðið það var þá bara stóð bara kæri íslenski kallmaður væri til í að hætta nauðga og maður bara what the hell maður bara þannig verið að setja alla kallmenn undir sama hatt að þessi bara ógeðslega nauðgarar og þetta er eins og hljóðtalum kvennhattur þú veist það þú veist sami eins og ég var að tala með geybyltingun og dót þú veist það verið að berjast í réttnum sami eins og first wave feminism ég held að það verið alveg bara hefi góð barátta verið að berjast fyrir jöfnum rétti, þú veist, kostingarétt og alls ekki svona dót. Vigdís Finnbogadóttir, sko, það er bara stórkostleg kona það sem hún gerði á svona tíma, sko. Vinsælasti forseti aldrei maður, þetta er fyrsti kvenforsetinn og bara svona brautir í hendi. Það er bara mamma allra Íslendinga. Það bauð sér engi fram á mótinni. Nú, ok. Þeir vissu bara myndi ekki vinna. Já, ok. Þú veist, og síðan tekur þau second wave og síðan eru komið með sem er núna, sem er þetta third wave feminism.
þetta komið yfir í það að þetta ekki lengur, það eiginlega engin svið sem að þú getur séð sem að hallar eitthvað á, sérstaklega eins og Norðurlöndunum, eins og til dæmis bara Svíþjóð, Noreg, Ísland, þetta eitthvað jöfnustu lönd, þetta eitthvað bestu lönd og fyrir konur samkynhneigð á alla til verðina, en það aldrei nóg, þú veist, það aldrei eitt að líta og segja, herru, hér unni frábært starf, það alltaf, þetta búið að breytast yfir í það að ok, við verðum að hafa 5 kallar, 5 konur. Það verður að vera þannig. Jafnvel þú séu 60 kallar, 7 konur. Já. Skilur við? Og það verður að vera þannig. Og það dreifut ykkur styrkjum og okkur svona dót. Það var eitt svona dæmi sem var vera í sambandi á handritagerð. Og þá var verið að segja, þú veist, það voru 10 styrkir. Og það urðu að vera 5 kallar, 5 konur. Og það voru 40 okkar, 50 okkar kallar sem sendi inn og okkur 10 konur eða 9 konur eitthvað líka. 5 konur fengu. Sem þýðir það að kannski síðustu 2 handritin voru bara svona ok, við verðum að velja eitt af þessu og það var kannski bara 30 handrit sem voru betri eða 10 handrit eða hvað sem annað í staðinn fyrir þetta væri bara gefið út að það væri nafnlaust geti verið kalla, geti verið kona það bara ónefndur, þú veist eða x, 1, 2, 3 handrit gert af 43, handrit 43 ekki Ólafía eða þú veist, eða Jóhanna eða hvað sem skilur við og þannig ertu að ræna skilur eitthvað af tækifæri og bara til þess að koma þessi í gegn síðan aftur ef það eru þannig eins og jafnréttistofu það voru held ég sko 6 konur og 2 kallar Það var svoleiðis, já og þá var eitthvað þeir voru að berjast fyrir jöfnum kynjahlutföllum Ég held að það hafi verið 8 konur og 2 kallar þegar ég skoðaði þetta Já, verða að berjast fyrir jöfnum kynjahlutföllum alls staðar og það verður að vera en bara hvernig kynjahlutföllum Já, það er nokkuð sem við þurfum að laga Já, það allt öðruvísi, sko Við erum að tala kallmenn Þannig erum við að tala eins og nákvæmlega eins og við tala eins og konu þegar maðurinn hennar gerir eitthvað en það er öðruvísi hjá okkur sko. Já, þetta aðrar reglur þá sko og síðan þetta er orðið þannig að þú ert komin með konunnar í þessar stjórnunarstöður og allar þessar stöður sem við vilja vera í og þær byrja að vera yfir eins og til dæmis í skólum núna það er bara massíft brottfall af strákum þú veist, úr námi og í öllum háskóla læknisfræði, lögfræði bara öllu stóti meirihluti konur þá er það í lagi þú veist en leið og þær komið með yfir þá það, já ekki, þið skuldi okkur þú veist og þetta finnst mér ekki í lagi þú veist, svo þeir að vera að tala svona hluti þú veist, og ég vil bara, mér persónulega slétt sama hver að gera ykkurar ákveðin eins og ég væri að fara í flugvél mér alveg saman hvort þessi Kínveri eða Nígeríumaður eða eitthvað svo lengi sem hann kemur á réttum tíma og hann lendir í sér flugvél fucking safely Já. það aðalatriðið fyrir mér ef ég að fara í aðgerð mér saman hvort þessi kallega kona svo lengi sem þetta heppnast og þetta hæfast af manneskinn í verkið Það er nákvæmlega en í staðinn þá verið að lækka staðla til þess að koma inn þú veist, hinum og þessum þú veist, getur verið hver sem þú veist, það verður að fá þetta hlutföll af þessum til að koma inn og þar með ertu kannski að ræna einhvern annan sem hæfari í starfið frá þessu og þú ert að lækka overall quality þú veist og þetta eftir langa tíma núna það komið ekki nóg með að vera að lækka þessa staðla og þá fullt af liði sem bara eitthvað nota ChatGPT til að komast í einhvern prófu og þetta svona 20-30 ára og fer bara til læknis það bara happa glappa hvort þessi manneskja viti bara eitthvað eða ekki Já. Þetta ég held að svona þróun þú veist, og þessi hluti gerist ekkert eitthvað yfir nóttu þetta gerist á löngum tíma og þú sér það bara þú veist að eftir þetta byrjar svona aðeins og svo allt í einu þegar þetta orðið hefi vesen þá allt í einu, herru shit, nú ættu að gera eitthvað í þessu þá það kannski bara orðið og seint Það samt núna maður sér það á samfélagsmiðlum að fólk að fá nóga þessara vitleysu og það sko það ekki langt síðan þetta komið alveg mikið bull en fyrir stuttu síðan það var enginn að mótmæla þessu þú sást bara að fólk var að keyra þessi agenda sem við erum búin að vera að tala hérna fram og enginn sagði henni gegn því en með eins transfólkið það voru allir sáttir einmitt þangað til að byrja að fara í börnin bara svona, hei, slakið nú aðeins þá sko en Dave Chappelle, hann sagði þetta best sko hann sagði bara, ok, þið eru akkurat komin á þann stað þar sem þið eru búin að vinna ef þið haldið áfram að íta boltanum áfram þá fer boltin að ítast á móti ykkur
og það einmitt það sem að gerast núna, þau stoppuðu ekki, það bara hvað getum við gert næst, við getum bara farið í börnin og reynda að halda einhverja sögustundur fyrir þeim, það sem eru svona uppleistur, trans-uppleistur, sem ég skil ekki alveg á hverju ósköpunum við vilja gera það alltaf. Það kom eina leiðréttingu varandi reyndar Vigdísi. Já. Hún var með 33,8% á móti 32,3% í fyrstu kosningunum. Já. Hann rétt svo vann. Hún rétt svo vann, en það bauð sig ekki fram á mótinni. Nei, þetta fyrst, já, en það reyndar var bara venjan á Íslandi. En eftir það, þá bauð sig einhver á mótinni, annars þegar hún fór í þriðaskipti, já. Og þá fengi hún 92,7%. Já, og eftir það held ég að við Engin, nei, það var svona. Það voru allir bara eitthvað, nei maður, hún var bara, Þetta var í fyrsta skipti sem einhver bauð sig á móti forseti Ísland, sitjandi. Ok. Kannski var út á kona sem var sitjandi. Gæti verið. En hún er alveg legend, hún er legend, alveg international legend. Sem fyrsti kvenforsetinn og bara geðveitt vinsælt, þú veist, og eins og þarna sem dæmi að ég hef ekki verið, þú veist, ég veit ekki, ég náttúrulega var ekki með kosningaldur á þessum tíma, en þú veist, ég er ekki eins og núna er forseti Íslands kona. Ég hefði kosið Arnar, mér fannst hann vera eini gaurin sem vildi vera með eitthvað aðhald að ríkinu og breyta eitthvað síðan embætti eitthvað svolítið, og meðan Halla Tómasdóttir er svona meiri svona business kelling ykkur, þú veist, hún er alveg sæfi í business kellingu, en ég held að þetta verði meiri svona business as usual og það verði engin breyting á þessu embætti. Og fólk lítur á embætti forseta Ísland sem bara eitthvað svona puntdæmi. Þetta bara veislustjóri. Já, þannig sé ég það. En það er ekki þannig, skilur við sett upp embættið. Forsetinn á að vera svo sem hefur aðhald með ríkinu, skilur með þinginu. Og þú veist, já, leitunumvaldi og þetta, en í raun og veru er þetta bara orðið þannig eftir x langa tíma að þetta er rauninni, þú veist, orðið meiri svona sem í klappstýra landsins, þú veist, á að vera eitthvað svona sameiningatákn og eitthvað svoleiðis, en hefur svolítið eitthvað svona mist sitt vægi sem, þú veist, eitthvað svona political figure, þú veist. Já, forsetinn áttu auðvitað að koma bara í sjónvarpinu, bara með fallega ræður og gera eitthvað sem höfða til allra landsmanna og sameina þannig landsmennina og Guðni, frábær maður, alveg, sko, yndislegur maður, en mér fannst hann ekki varið í hans sem fórseta og ég veit að það eru rosalega margir núna bara hvað meinarðu, verða alveg gjössalega brjálaðir út í mig. En hvað gerði hann sem fórseti sem var svona rosalegt? Ég, sko, veist, maður sá eða bara hann, og nú er eitt mál sem bara einhvern veginn var ekki talað hann fríaði þarna barnanýðing. Ég vissi ekki eins og. Nei, sko, ég talaði þetta á Facebookinu, ég fannst þetta bara, herri, og þetta var afsökunin sem ég fekk frá fólkinu. Hvað heldur að forsetinn sko hafi tíma til að lesa allt sem hann skrifar undir? En það gaf hann uppreisnar æru sem það bara fara allir dómennar af honum sko. Og þetta var rútubílstjóri hjá pappa Bjarna Ben, hann var búinn að vera með rútufyrirtæki hans heil lengi sko. Þannig að maður sá alveg bara, herra, þetta er vinur minn hérna, hann gerir mistökina og þú skrifar bara undir þetta plagg. Ég held það sko, því ég held að maðurinn svo Guðni hefði aldrei skrifað um þetta. Síðan voru 2 konur, þetta var aðeins og þá bauða þeim á Bessastæði bara, já ég gerði mistök eða eitthvað. Og þetta var einhvern veginn skúffað, held ég undir almenningi að það var það sem fólk verið að skrifa undir þegar ég var eitthvað að setja út á þetta. Að hann hefur ekki tíma til að lesa öll blöðin yfir. Til hvers erum við með forseta ef hann hefur ekki tíma til að lesa blöðin og síðan ofan á það, þetta er eitt A4 blað, þetta er bara hvítt blað, stendur bara sakborningur, nafn, glæpur, þetta, mál, þetta og síðan, þetta er ekki, þetta tekur 3-4 sekundur að lesa þetta yfir, sko, og síðan skrifur undir þetta. Eða þá sem hefur einmitt verið svona laumað að honum, skilur, ágætt hátt, skilur, og það getur verið líka. Verið eitthvað svoleiðis. En hann náttúrulega er að taka ákvörðun, hann er með þetta vald og hann er að taka ákvörðun í sínu nafni að gera uppreisn að þetta. Maður er að halda einmitt eins og segir, þegar hann er þessi veislustjóri eins og hann var að gera þarna, hann var eitthvað taka á móti einhverjum fólki, embættismönnum frá hinum löndum og hinum að gera þetta. Hann er ekkert eitthvað drekklaðin af verkefnum og fyrir mér, þú veist, ef þú gerir eitthvað svona mistöku, þú getur ekki lesið eins og yfir þetta blað, þá kannski ættir þú bara að vera að gera eitthvað annað. Það sýnir bara að þetta embætti er bara tilgangslist orðið. Það er fyrir mér, ég heldur bara að... Já, nema í þessari mynd. Þessina var ég mjög hrifinn af þessum Arnar var að tala um. Hann vildi breyta þessu virkja þetta embætti meira. Ég var hrifinn af því, þú veist, að eins og hann sagði, þú veist, að það þarf að vera aðhald við stjórnarflokkuna og við þingið, hvað þeir eru að gera. Sami eins og, þú veist, hvað ég er búinn að borga margar milljónir í skatta.
að þú hafir eitthvað smá svona, þú veist, að það sé ekki bara verið að taka einhverjar fáralegar ákvarðanir, eins og til dæmis allt í einu heyri í útvarpinu að Bjarni Ben var bara Íslandi búin að skuldbinda sig það að gefa 4 milljarða á ári í 4 ár til Úkraínu. Þar með til að kaupa ykkur á bombur og okkur dót sem utanríkisráðherra í. Ég bara við getum verið að gefa hjálparaðstoð. Ég held að Ísland væri herlaust land, friðarland. Við ættum ekki vera að kaupa skotfæri og bombur. Þetta það sem þeir þurfa og við verðum að efna okkar skuldbindingu við þetta og þetta. Ég bara, nei maður, við getum bara sagt, við erum tilbúin að gefa þetta mikið pening, við erum tilbúin að styðja þetta, ef að það það sem vilji fólksins. En við erum ekki verið að kaupa bombur til að sprengja eitthvað annað lið. Skilur við? Það ættum að styðja spítala og eitthvað svolítið. Ég alveg sammálaður þar sko, þessi stefna Ísland bara á móti öllu hernaðarbröldi, það bara ekki til lengur. Núna erum við farin að styðja hernaðarbröldi, það mikið. Já, við erum í NATO og við verðum bara að gera þetta. Já, ég bara ekki hrifinn að, þú veist þessu, eins og fólk, svo var eitthvað gæi í útvarpinu fyrir ekkert að lengi við Ísland ætti að vera með sko varnarmálaráðuneyti og við ættum að vera með einn íslenska her, bara hvað ætlar að vera með eitthvað 30 gaura og einhvern eitt bát. Sem ykkur ætlar að gera eitthvað í Ísland og bara mætir henni og bara tekur yfir þetta land. Sko, ég held að það hafi verið, veist, ég las þetta á sínum tíma og bara auðvitað setti þetta byrjaði að setja þetta í samhengi hvað getum við gert með okkar her á móti einhverjum öðrum þjóðum, ekki neitt, þetta er bara djók. En þá fór ég að pæla að sko, þeir sáu búslóðabyltinguna hérna á sínu tíma og ég held hann að viljað örugglega með vini sínum, þetta er góð hugmynd fyrir þá að þegar næsta bylting, almennileg bylting verður þá eru komið með pínulítinn her til að vernda Alþingi í staðinn fyrir lögregluna. Ég held að þetta sé bara þessi hugmynd sem sprottun út af því að láta herinn venda þá. Af því að almenningur það kemur önnur bylting og það á eftir að koma eitthvað upp á borði sem verður kveikja að íslenska þjóðin loksins trillist aftur sem ætti að vera löngu búið að gerast með öll skítamálin sem eru búin að vera í gangi. En það er bara ótrúlegt hvað við erum með við sko þolum með meisturum okkar. En ég held að þetta sé bara komið það að stofna íslenskan her. Bara stofna að venda elítuna. Ég veit að væri eitthvað eins og hann talið, kannski eins og National Guard eða eitthvað svoleiðis. Ég sé fyrir mig meira eins og eitthvað þannig að þeir eru alltaf verið að eyða öllu þessu í þetta hernaðarbrölt og eitthvað svoleiðis. En í raun og veru getur herinn verið alveg hefi góður í því eins og það kemur svona stórt natural disaster. Herinn mætir bara, bjargar ógeðslega mikið af fólki, situr upp herspítala, byggir vegi og brýr og lagar þetta. Þetta er það sem þessi peningur ætti að vera að fara í. Já. En í raun og veru þá er verið að eyða sko fucking grilljón milljónum í að bomba og sama eins og liðið skilur eins og í Bandaríkjunum að senda sko held ég 90.000 milljón dollara eða meira til bara í hernaðargögn til Úkraínu. Þetta er ekki beint til Úkraínu, heldur fer þetta beint inn í Boeing, Lockheed Martin og Raytheon og þessi vopnafyrirtæki sem þessi sömu gæjar, þessi þingmenn eiga þetta hlutabréf í. Já. Þannig að þú veist, þetta er svona alveg dálítið leið fyrir að kafa eins dýpra í þessa hluti. Það er big fucking money í stríði. Já, það er Þess vegna er alltaf stríð. Alltaf stríð. Og þú veist, það er alveg gróðið því og af hverju, mér finnst persónulega, ef þú ætlar að vóta fyrir eitthvað svona stríð, þú ætlar að vóta fyrir þá ætti þú að automatically enlista sjálfur. Ef þú vilt að þetta lið sé dreipið, þá akkur fer ekki að gera það sjálfur. Já, eða sendi soninn. Ekki senda þennan, þú veist, þennan college dropout eða high school dropout þennan sem á enga pening. Sendum hann, sprengjum hann. Og svo loksins þegar þú kemur tilbaka, þú veist, lappa laus eða eitthvað og alveg gjörsamlega sturlaður. Ég þekki gæja sem Breti sem fór til Afganistan. Hann er aldrei samur. Hann er með bara feitasta PTSD ever. Og þú veist, annar strákur sem ég þekki sem skráði sig í norska herinn, hann var í Afganistan og hann sagði bara, við séð eitthvað sem sitt í sín séð, þú verður aldrei samur eftir þetta. Sjá lið bara sprengt í tæklu fyrir fram að þig og þú veist, kona skotin í hausinn bara 5 metrum frá honum og eitthvað, þú veist, síðan er þetta bara komin aftur bara í venjulegt þjóðfélag. Þú veist, og það er voða lítið aðhald gagnvart þessu fólki, skilur við, mikið af þessu liði endar bara í ruglinu, þú veist, og endar bara götunu og eitthvað, en síðan ætlar að taka annan hóp fram yfir þetta og sama eins og mér finnst hérna, eins og hann er að segja, við ætlum að senda 4.000 milljónir á ári, 16.000 milljónir ætlar hann að senda á 4 árum. Ég væri til að sjá þessar 16.000 milljónir í bara það að gera the golden years
fyrir þessa gömlu kynslóð, þessa óþólandi rassista og þetta óþólandi lið sem byggðu upp þetta fucking ghost and shit sem við búum í. Já. Þú veist, feðraveldi þetta. Horfðu bara í kringu þig, þetta borð, þessi mikrofón, þetta fucking hús, allt sem þú sér í kringu þig var mjög líklega búið til, sett upp og gert af manni. Einhverjum feðraveldis plebba, skilur við. Og allt þetta sem hefur verið byggt upp og þau sem hefur verið búið til hefur verið gert af þessu og allt þetta ógeðslega góða dæmi eins og eitt besta sem við hefur sagt það þú veist hard times create strong men create good times eða eitthvað, þú veist, good times create weak men create hard times. Það ekkert, þú veist, allt svo ógeðslega gott að bara virkilega að gefa stelpum bleika ísa, þú veist, maður bara, þú veist, þetta virkilega sem vandamálið, skilur, sem við ætlum að núna gera allt brjálað yfir. Já. Og það verið að segja líka eins og þetta, eins og ég var að tala þú veist, að ég hef lent í því að það var svona eitthvað debate og bara einhverju blaðra einhverja kellingar ekkert einhverju partí, skilur, og þú veist, og það var bara kallar þetta, kallar hitt, þú veist, þú þetta og þú ert bara kall og allt þetta með kall og þú veist, og ég bara ok, þú ekki búin að gera neitt annað heldur en að skýta yfir menn og bara menn eru vondir, menn eru þetta, menn eru hitt, menn eru þetta og svo en af hverju, ert þú ekki feminist, af hverju ert þú ekki stiga konur, af hverju ert þú ekki, þú veist, að berjast fyrir konur, ég segi bara, þið eru bara á móti mér. Og það var alveg erfitt fyrir mig að þú veist, að þú kemur þetta að mér og sparkar í punginu á mér og rænir mig og síðan bara, gaur, eigum við ekki að fara að safna pening saman. Það ég bara, mér líst ekki alveg á hann gaur. Þú veist, þetta ekki alveg rétta viðmótið, finnst mér, sko. Nei, þetta það sama, veist, og ég var að segja með Trönsaðan, sko, eins og Dave varaði þeim við að íta ekki boltan lengur áfram, að fyrir hann ítast tilbaka og það það sama og gerðist fyrir feminista. Þetta var bara orðið alltaf mikið kallhattur. Fyrst voru þetta allir bara ok, me too, við erum allir þetta með. Allir kallmenn, það var engin kallmaður sem ég þekki sem var að tala á móti þessu. Síðan bara 2 ári seinna, þá bara, þetta eru allt og mikið, bara, það bara að vera að stimpla okkur hérna daglega, bara í fjölmiðlum, bara allir kallmenn eru ógeðslegir og allir kallmenn eru þetta. Og líka án dóms og laga. Án dómsala, já, voru bara að taka og cancela þeim, sko, og síðan var maður að sjá svo mikið af bullpóstum, eins og ég man að hafa kona þarna og bara hvert sem hún sá, það var bara kallmaður, og hún var á forsíðunni að skrifa þetta og það var bara kallmaður sitjandi inn í bíl að runga sér og horfa á hana, alveg sama hvert hún fór. Og maður bara, what the hell, bara kallmaður á hverju hotni hérna, rungandi sér inn í bíl. Og veistu, þetta voru bara einhverju svona póstar sem fengu það að kallmenn, rosa stór og hluti af kallmenn urðu bara, haldi í kjaftið, komið nóg í þarna ruglunni ykkur með. Þú er búin að skjóta langt yfir markið og þetta eins og manni hvað hann hét sem var þegar kommunist dæmi var var að leita kommunistum í Bandaríkjunum. Hann sagði sko, if you're not finding communist in your backyard, you're not looking hard enough. Já. Þannig að þú veist, ef þú vilt finna karlrembur og kvennhatur og svona dót og þú ætlar bara að finna það, þá finnur þú það, skilur við, og þú finnir hvað sem þú vilt. Já. Þú veist, og eins og ég er að segja í þessu, þú veist, þú ert komin langt út fyrir einhverja frelsisbaráttu og einhverja jafnréttisbaráttu og þú veist, þú ert komin yfir í það bara, þú veist, að nú komin tími til að knésetja þessa menn og þú veist, maður alveg bara svona ok, heldur að verðu ekkert blowback af því, þú veist, og þú, með miklu hatri í eina áttina, þá býrðu til pól í hina áttina. Auðvitað. Það alltaf þannig. Það alltaf mótverð. Það Og sami eins og ég var að segja við einhverja píum var eitthvað drautlífum og ég sagði bara ok, ég búin að vera gríðarlega kurteis núna. Ég almennt ég bara mjög kammo og kurteiskur en ég líka mjög góður að tæta fólk í mig, skilurðu. Og ef þú heldur áfram þá færð þú það sama tilbaka. Þá leið og ég myndi gera það, þá ég orðinn vondikallinn. Já. Það ennþá svolítið þannig daginn í dag, sko, og þetta mjög rósangjarnt. Við gætum aldrei tala við konur eins og þær tala við okkur. Nei. Það bara ekki sjans og þær geta svífist yfir okkur og jafnvel barið þig, og lamið, sko, og auðsið svolítið ofbeldis orðum á því en síðan ef við myndum gera nákvæmlega sömu orð tilbaka og sömu hefðum tilbaka, þá erum við bara ógeðslegir, þú veist, en þær ekki ógeðslegar. Mér finnst þetta mjög ósanngjarnt við nútíma samfélag, af því að ég kem eiginlega bara fram við fólk eins og það kemur fram við mig. Það hefur alltaf verið mín regla og ég talaði þig eins og þú talaði mig. Nákvæmlega. Þannig að
ég hef verið stimplaður helviti oft massív kallremba því að þegar einmitt að vera að drulla bara eitthvað yfir mig fyrir fram að mig þá byrja ég bara að drulla við á móti og í sömu andra en ég byrja aldrei, ég sest aldrei niður og byrja bara, herru, nú ætlum ég að drulla við þig en ég svara fyrir mig og þess vegna hef ég lent í massífur einveldi einmitt út af þessu kynja bulli sko, bara ef maður bendir á vissa hluti bara hvernig er að vera í sambandi og hvernig kona getur verið rosalegu narcissisti allir bara, eða þú nú sé vídeo líka, það eru vídeo social experience þar sem það kemur kallmaður og er eitthvað að hrista konuna og koma allir hlaupandi stökkandi til já, síðan kemur konun og er að lemja kallmanninu og hann gerir ekki neitt og er að taka högginu og byrja bara allir að hlæja já, fólk er bara hlegið á honum þú veist, og eins og í þessu þú veist, það er svona hvað maður segja þjáning einhvers manns sérstaklega af höndum einhverju konu og þá er alltaf spurt, þú veist, ég minna, ok, hún drap mannin sinn eða eitthvað, skilur hvað gerða? já, hvernig, þetta er einhvern veginn honum að kenna eitthvað keyrði hana í þetta þrótt, hún hefði aldrei gert þetta nema en já, þú veist, akkur hélt hún fram ég hjá er ekki að halda einhverjum hlífiskildi yfir einhverju gauðra sem er eitthvað mistir um einhverjum kettlingum nei, auðvitað ekki, það er fullt af- til ógeðslega gaurar á núti, við höfum það á hreinu sko. og það er það sem ég hef óttur að segja eins og við viljum bara láta koma, já, við viljum bara fá jafnrétti öfri, ég segi bara ok, þú vilt ekki að kall komi fram við þig eins og hann kemur fram við aðra kalla þegar við kallar, við erum fucking ruthless við góðan annan já, við erum algjörði fáðar sko. þú veist, og þú veist sem alltaf ein vingur alltaf, já, sem kona og ég sagði við hann bara, já, sem maður byrjaði ég alltaf að segja við hann, já, sem maður tók þess að geta íli, ég segi, sem maður þar ég bara búast í því, ég fyrir út og skemmtu mér að það er ágætis líkur því ég verði bara barinn í spað það getur komið verið, já, bara, eða stungin já, bara fyrir basically whatever, þú veist ég er miklu líklegri til þetta og þú veist það er eins og hann tók geðveitt svona Jordan Peterson tók í þetta hann var að tala um forréttindi kallana, þú veist, það sem þeir eru í öllum hættilegustu vinnunum, þú veist, sjálfsmorð kalla, flestir heimilislausir kallar og bara endalaust af bara svona hluti sem hann taldi upp sem eru mjög disadvantage fyrir menn og sami eins og með þess að kynjakvóta konur vilja fá helmingin af öllum stjórnunarstöðunum, helmingin af öllu þessu cushy dóti, helmingin af öllu þessu, þú veist, ekki nema þetta marga konur í hæst launuðu störunum flestir kallar, bara eins og ég hef bara þurft að vera bara berjast fyrir mínu shiti síðan alltaf flestir eru ekki þarna það sem þessi örlitla prósent af einhverjum high influential þú veist, já, money liðin er og það er oftast lið sem er hún að dedicate sér alveg feitt til að komast á þessu staði en síðan eftir móti af hverju þá ekki 50% í ruslinu 50% í járnabindingum, 50% í námuvinnu, 50% í bara eitthvað svona ógeðslegri, það er alltaf að tala um kvennastörf og þú veist, mamma mín til dæmis er hjúkrunarfræðingur, vannmeti starf sem mér finnst persónulega, þú veist, þetta er háskólamennta starf, þetta er ummönnun og þetta er alveg bara hefi erfitt starf oft, þú veist, þá horfum að fólk deyja, hjúkra fólki og svona, þetta er starf sem mér finnst alveg vera vannmetið mjög verulegt starf og er mörguleiti kvennastarf en á sama hátt getur þú sagt síðan um eitthvað annað sem ég geta líka bara kallastörf ef þetta er hættulegt, ef þetta er erfitt og ef þetta er bara þú veist virkilega slítandi starf þá eru mesta líkur á því að þetta sé kallastarf og það eru mjög litla líkur á því að þessi konur að hrópa og berjast fyrir því að þarna skulu vera helmingur konur og helmingur kallar leiðu það að bera inn hérna þú veist, ógeðslega þunga hluti að moka stjettina og allt þetta dót það er svona fjarar af feminismin úr þeim, frekar fljótt já, það er alveg rétt sko þetta er svona cherry picking eins og maður kallar þetta það er að fara í betri störnum síðan, ég fatt ekki líka mikið í dag og það er allt ennþá verið að segja feðraveldi og kallmenn stjórna öllu bara konur eru komnar í rosalega mikið af stjórnunarstörfum þannig að þetta feðraveldi spull að það sé eitthvað bara kallmenn sem er að blokka að komast þangað það bara á ekki við lengur þannig að þetta er rosalega gamalt úrtak sko og síðan er búið að sína það að þá hefur verið að tala um pay cap það veist það er búið að debunka þetta svo oft núna en þetta er bara konur vinna styttri tíma heldur en kallmenn það taka eiginlega aldrei yfirvinnu og meðan við erum bara það er ætlast til þess þegar við tökum vinnu
að við vinnum yfirvinnu. Það bara hluti að því. En þær sleppaði það og bara það, þetta hífir launin okkur En þetta pay-up var sko, það var ekki tekið, ok, ég fæ þetta klukkutíman, hvað fær þú á klukkutíman? Heldur var tekið alltaf útborgað. Og þannig, já, ég fæ svona mikið útborgað og þú fær svona mikið útborgað, en það var aldrei komið og talað yfirvinnu tímana í þessu þegar að fólk verið að meta þetta. Þess vegna kemur þetta gríðarlega pay-up sem við erum alltaf að tala alveg upp í 20% því að við vinnum bara sem bara bull og var tekið bara heildarlaun kallana og heildarlaun kvennana og síðan þegar það væri að skoða sem sagt bara algjörlega bara hér bara Jói, hann í ruslinu og hér Sigga, hún í ruslinu við vinnum sömu vaktir og allt svoleiðis þá var það bara algjörlega negligent munur verðilega bara suma en aftur á móti það eins og þú sagðir kallar eru líklegri til að vinna ógeðslegri vinnu, hættulegri vinnu, erfiðari vinnu sem frá fjölskyldunni vinnu sem á nóttunni þú veist, og alls eitthvað svona sem að þær vilja ekki oftast gera Nei. og þetta líka telur inn í þetta og sama líka með eins og ég var að segja eins og til dæmis hjúkrunarstarfið sem að mér finnst persónulega það alveg störfana sem að mættu vera hærra launuð sjálfsög og ég ekkert eitthvað að tala eitthvað á móti því og bara það eru fullt af konum og það ekki skilið eitthvað það meikar engan sens en það hefur verið gert eins og það norsku gaur sem bjóti mynd sem hét Königskriget sem heitir Kynjastríðið og hann fór að kynna sér þetta að Noregur sem jafnasta land í heiminum af hverju svona mikið af konum sem í þessum kvennastörum og kallum sem í þessum kallastörum og þeir gera á nokkur ára fresti að það gert svona því líka experiment og bara tilraunir til þess að koma köllum í þessi kvennastöru, hjúkrun og svona dót og konum inn í verkfræði og svoleiðis og það kemur svona smá bump og svo fer það bara aftur niður og veistu í hvaða landi líklegast að þessu konur í svona tæknistörfum og tölvu og svoleiðis Indlandi einu ójafnasta, sjúkasta landi bara það sem bara þar alvöru fucking nauðgunarmenning gang rape shit bara út allt og bara viðbjóður í gangi en veistu af hverju þær konur velja það og þegar þarna sjá þær sér leik á borði að hér get ég unnið þetta og ég get grætt einhvern pening og hvað leið og konur eru konur með það ég get valið bara sem ég vil þá kjósa konur oftast meira social dót þær fíla meira skilur vera í kringum fólk mannleg samskipti og algjörlega meðan kallar eru líklegir til að velja eitthvað svona eins og mechanical dót eða tækni dót og svona og getur bara séð eins og þú veist með leiki og það breyst svolítið núna mikið af stelpum sem að spila leiki núna en áður þá var hann stíð bara gaurar og yfir höfuð eru það aðalega gaurar og í sama með eins og til dæmis borðspil og svona dót þær hafa ekki ég ekki að segja ekki konur ég að tala stereotypan almennt konur, almennt kallar þá eru öðruvísi hlutir sem hafa áhuga á og vilja gera Skilju Þetta var líka sko að minni kynslóð það var rosalega tabú fyrir konur að spila töluleiki og það voru ekki við strákarnir sem heldum niðri það var þegar kona fór að spila töluleiki þá kom alltaf hína konunar bara hvað að þér? Eða svona rökkuna niður fyrir að spila töluleiki og mannilega vinkunum mínum mátti ekki segja neinum frá því að spila PlayStation mótið þegar PlayStation 1 kom út sko að það voru svo hrættar við hvað vinkunum myndu halda sig mér finnst þetta mjög fyndið sko Núna eru leiki bara orðin svo rosalegir þetta er bara orðið kvikmyndir leikir í dag eru bara sturlaðir sko þetta er orðið bara kvikmyndir þú ert bara sumi leikir þá ertu bara að spila kvikmynd og síðan líka komið ógeðslega mikið þú veist eins og allir stóttum mínu að spila eitthvað alls í leiki það svona fashion leikur þú veist, eitthvað svona, það sem út að velja fyrst að fötum og gera eitthvað svona fashion dæmi okkar. Henni finnst það geggjað skemmtilegt. Þú hefur alltaf í 3 mínútur til að velja og það eitthvað evening gala og þá hún að velja eitthvað föt fyrir það og svo gefur hún stjörnur og hinn gefur stjörnur og svo kemur annað þá þetta verður eitthvað cyberpunk retro. Þá getur hún valið fyrst að fötum og eitthvað svona. Þetta finnst henni ekki spennandi. Svona myndlum sem hefur engan áhuga á þessu. Nei. Hann meira bara, þú veist, ég vil bara vera blasta liðið í Fortnite. En hún spilar það líka alveg en maður sér alveg svona þú veist, mun á þessu og líka bara í, þú veist, hérna en eins og ég á stelp og strák og ég hef alið upp mjög svipað skilurðu, komdu fram við annað fólki sem þú vilt að það komi fram við þig og annað sem ég líka sagt sem hann sagti mig þegar ég var yngri, þú veist, ég var alltaf var og dvergur líku við, skilurðu og fólk var ekki alltaf að koma fram með mesta respekt efer
en það sem var sagt mig þegar ég var yngri var bara fólk kemur bara fram við þig eins og þú leyfir þeim að koma fram við þig. Það svolítið þannig. Ef þú leyfir fólk að vaða yfir þig á þess að segja neitt, þá mun það gera það. Já. Þú veist, og ég veit ekki, þú veist, þetta einhvern veginn, ef ég væri eitthvað svaka kvenhatari, þú veist, alveg upp að einstæðri móður sem einn mesti klettur í mínu lífi ever, algjört fucking legend, sem sagði við mig þegar ég var lítill, hættu að vorkenna sjálfur þegar ég var á þínum aldri og var í skóla, vinnu og með barn. Eins og það gerir að klæði í fötun og drullar í strætó. Þú veist, grjóthörð. Og hún var að sýna mér fullt af hlutum eins og þegar ég var að kjósa í fyrsta skipti. Segði mamma, hvað á ég að kjósa? Hún sagði, kynntu málið. Ekki bara láta ykkur segja þér hvað þú átt að kjósa. Þú veist, ef ég væri gegn kvenhatari, alandi upp, þú veist, fyrsta barnið mitt stelpa. Þú veist, ég væri bara, getur að vinna gegn henni. Já, þetta er svona dálítið sturlu pæling. Þetta það sko og ég skilji bara svo hendi inn í sko ég oft flokkaður sem kallremba en það að því að ég gerir vola lítinn mun á milli kynjana og ég bara alveg þannig sko mamma mín, hún núna 69 ára og hún ennþá bara að vakna 6 á morgnana, mæta í garðyrkjustorfi og bara með velsu og saga niður tré bara með einhverju 20-30 ára gömlu píum sko og hún reyndar mjög ungleg og rosa vel þessu komin. Amma, hún var fyrir pósturinn í Kópavogi og var með svona 4 leðutösku bláar fullar af póst, veistu hvað það þungt? 4 svona þjóður og hún labbaði með það hérna alla Kópavoginn, hann til að bara hnén gáði sig sko og var komin inn á eftirlaunsaldarinn bara og sem gátt ekki hnén tekið þetta. Ég bara, í minni fjölskyldu, alla konunar eru svona algjöri harðjaxlar og þannig að ég bara séð á uppeldinu mínu að því að frá þeim að konur geta gert bara nákvæmlega sama og að kallmenn og þannig að þess vegna tala ég kannski öðruvísi meðan að aðrir hafa kannski alist upp við að sjá bara konuna heimavinnandi, húsmóður eitthvað svoleiðis og ég get alveg skilið vel að þeir einhvern veginn bara við þurfum að passa þessa gemstina ég bara neymar, ég vil sjá meiri hörku frá konunum skilur. Þetta líka sko, þetta eru old school kjöllingar. Ég held sko að okkar ömmur sé síðasta kynslóðin af svona legendary ömmum. Já. Skilur, prjónandi, þú veist, og bara multitasking og gera það. 6 börn, þú veist, á meðan hún bar út póstinn, þú veist, og eitthvað svona. Þessi svona legendary class ömmur. Já. Ég held að þær sé að fara að deyja út fyrir OnlyFans ömmurnar. Skilur, sem að ekki beint einhver svaka góð skipti af mínum mati. Nei. Skilur, út úr tattúveruð semi-hæfileikalaus amma sem að panta Dominos þú veist, þetta ekki alveg sama kaliber skilur. Nei, það alveg rétt en það alveg, þú veist, eins og þú veist að tala þessar konur líka í þínu lífi og sama eins og ég tala um mömmin og fleiri svona það eru grjótharða kellingar fluggáfar og bara virkilega skilur eins og ég talaði um eins og við höfum talað um Freddie Mercury sem transcenda þetta skilur kettlingar eru bara svona sem kemur þessi kettling er grjóthörð skilur og sama eins og við talum eins og með Michael Jordan að allir væri í körfubolta hann var bara svo góður skilur að þegar þú sérð svona alvöru excellence þegar þú sérð bara einhvern veginn þegar ég að horfa á íþróttir þá langar mig að sjá peak athleticism þú veist, mér langar að sjá þá bestu og þú veist, það sekúndumunur þú veist, þetta er þetta, þú veist, þessi gæjar sem að keppa þessi MMA eða eitthvað svo, þú veist, þetta eru bara dúdar sem eru bara einhver killing machine. Það eru orðið svona ómannlegir. Þetta er bara ómannlegt og þú veist, eins og bara Tyson, skilur þú veist, ég hætti bara að horfa á box þegar Tyson hætti. Já. Það var svo mikil karakter, hann var svo mikil beast og þú veist, eins og þessi gjör, þetta er bara svona náungi sem að breytir hvað maður að segja heiminn. Með bara, þú veist, hvað maður að segja, með hæfileikum og það eru gríðarlega margir hæfileikaríkir en það eru mjög margir, hvað maður að segja, efnilegir en ekki margir sem meika. Og það sem þú þarft, það er x mikið af hæfileikum en þú þarft svo mikið þetta grind mindset til að verða einn af þeim bestu. Til dæmis, þú veist, eins og þessi gaurar sem eru í fótbolta bara í dag eða eitthvað, þú veist. Hvað er þessi margir professional fótboltamenn í dag? Þú veist, einhverja milljónir.
þú veist, af liði sem spila með einhverju þriðadeilda liði í Sviss eða, þú veist, utandeilda liði í Uruguay eða bla bla bla. Til þess að verða einn af þessum allra bestu og þarft að vera með alveg virkilega hæfileika, en þú þarft líka að vera með mikið dedication og drive til að Þarft líka að vera með þetta náttúrulega DNA betri uppbyggingu en aðrir. Það bara þannig að við sumir, sko ég var að æfa með einu strák og þá sá ég þetta og vorum að lifta og ég þjálfaði fullt að liði meðan ég var að æfa mikið. Þannig að ég var alltaf með nýtt og nýtt fólk hjá mér og taka það inn í prógramið og ég byrjaði bara að lesa líkamannið þeim, bara hvað, og sumir eru með miklu sterkari brjóstkassa heldur en hendur einhvern veginn og maður byrjaði að sjá mun á því. Síðan var einn maður hjá mér sem ég var að þjálfa. Hann var í nákvæmlega sama prógrami og ég. Hann á 3 tegundum af sterum og ég náði samt betri árangri heldur en hann í ræktinni og þá sá maður bara, ok, þetta bara DNA. Hann var bara mjög óheppinn. Líka núna, við erum jafn gamlir, hann lítur út fyrir að vera 25 árum eldri en ég í dag, sko. Og samt ekkert á kafi rugglega neitt, sko, þvert á móti. Hann búinn að vera edrú mest allt sér lífið sem maður, sko. Og það sá maður bara DNA spila svo rosalega sterkt inn í. Það bara sumir, alveg sem að æfa mikið, alveg sem að mikið hæfileika, það bara var þér útlutað þessi líkami og þú getur aldrei orðið svona góður. Þess að segja eins og þetta, þú veist, það hæfileikar, það náttúrulega vissuleiti, sumir eru bara natural specimen, þú veist. Hann ekkert endilega það geðveikt, hann ekki eins hæfileikur ykkur hinnu, hann getur unnað upp með líkamlegum styrka, líkamlegum bara yfirbörðum. En síðan, þú veist, ef þetta nær allt að spila saman, þá ertu komið með eitthvað svona Ronaldo eða Messi eða, þú veist, eitthvað Floyd Mayweather, eitthvað svona dúdúður, bara ósigraður, 50 bardaga eða eitthvað, þú veist. Og það aðdáunarvert að horfa á svona fólk. Það það sem að mér finnst líka svolítið vanta í, þú veist, það sem verið að ala upp svona dálítið. Allir eru jafnir, allir eru þetta, allir mega vera eins og vilja vera. Enginn, þú veist, að vera að ýta niður þessu, þú veist, og maður segja, vist keppniskap og það allir fá medalju, allir eru sigurvegarar, en þá eru líka allir losers og pælir í. Já, það ekki tilgangur á. Ákveður að reyna svona mikið á mig að ég fæ ekki stand út úr. If winning doesn't matter, then why are you keeping score? Nákvæmlega. Þetta vel sett, ég hef ekki heyrt þetta. Ja, þetta var bara golden setting. Þetta góð setting, ég var ekki búin að ræða þessa settingu. En þetta einmitt, hvernig að gera þetta núna? Það bara allir vinna, sem þýðir líka að allir tapa. Og það enginn einn sem bestur. Þannig að það vantar það svo hvatningu á þess að rosalega heila sem ætla bara, ég ætla að vera bestur. Þannig að okkur að reyna. Þetta líka mjög rátt. Í námi líka, það verið að tala þetta, þú veist, það verið að gera þetta í Bandaríkjunum núna eitthvað, þess að verið að taka út og jafna út, skilur þeir sem að ná, sko, yfirbörðum í starffræði, yfirbörðum í þessu og svona, það að jafna þetta niður svo hinir, sko, dragast ekki það mikið aftur úr. Já, þeir eru búnir að því. Þeir eru búin að lækka standardum. Þannig að þá þetta að taka svona peak achievers út og til að koma þeim niður nær levelinu sem þeir sem eru lélegir, í staðinn fyrir það að hugsa það verður að rífa þetta upp, skilur við, og leyfa hinum að, þú veist, hver langt hægt að ná. Já. Þú veist. Þetta hræðileg þróun. Ég myndi segja það. Já, eins og þú segir, þetta líka þróun sem ekkert að gerast eitthvað 1-2 árum. Nei. Þú veist, þetta tekur einhverjar, og oftast þeim tekur kynslóðir og þú veist, eins og sér núna, kannski, þú veist, það mjög mikið af krökkum sem eru bara illa læsir, tala ekki gott mál og í kringu bara stanslaus enska, það bara YouTube og bara, þú veist, og svo ertu komið með ógeðslega mikið af öðrum krökkum sem eru kannski erlendir, sem tala ekki íslensku heldur, en allir eru talandi ensku og eitthvað, og á endanum, fólk gerir sér ekki grein fyrir því að það bara eitthvað, segjum overall kannski 450.000 manns eða eitthvað, sem tala íslensku í heiminum. Það eitthvað, tæpir 8 milljarðir eða eitthvað í heiminum. Þetta algjör leynimál og þetta alveg, þú veist, mál sem að hefur, þú veist, við getum lesið eitthvað sem var skrifað fyrir dæmið 1000 árum. Sem fattar maður ekki alveg, ég vil út fara, þú veist okkar. Maður bara, ok, hann á leiðin út, skilur. Og svo, þú veist, eitthvað svo önnur orð sem maður skilur ekki alveg 100%. En þú fer bara tilbaka í englendingum eða frökkum eða eitthvað, bara 2, 3, 400 ár. Þeir skilja ekki shit. Og það þarf ekki nema 1, 2 kynslóðir, segjum 2 til 3 kynslóðir. Þegar, þú veist, börnin okkar eru amma og afi.
þú veist, talar einhver íslensku, shut the fuck up, þú veist. Mér finnst það góð þróun, sko, fyrst við erum að tala tungumál, mér finnst það vera svona snobb hverja einustu þjóða að við tölum okkar tungumál. Mér finnst þetta að vera tímaskekkja, mér finnst það bara að vera, við erum komin á þann tímabúnd og heimurinn orðin svo lítill með það sem hann var, við eigum bara að tala eitt tungumál. Það hefur verið reynt og það virkaði ekki, það var Esperanto. Já, þeir bjuggu til nýtt tungumál sem allir átt að læra. Það virkaði bara ekki. Nei, en sko, núna enskan, hún nú orðin helviti. Já, það tala, sko, enska örugglega eitt viðbreytið tungumálið og spænska, þú veist. Spænska tölu bara gríðarlega mikið, eiginlega allstaðar í Suður-Ameríku fyrir utan í Brasilíu og mörgum öðrum löndum. Já. En síðan náttúrulega mestala tungumálið örugglega bara kínverska, mandarín. Og þeir eru bara eitthvað 1600 miljón kínverjar. Já, en það ekki 2 eða 3 tegundir af kínversku. Já, en ég held að, þú veist, ég ætla ekki að fara að tala um einhvern kínversku sérfræðing, sko, en þú veist, ég veit að það eitt aðalmáli að tala sem mandarín. Það náttúrulega mismunandi, þú veist, eins og einhverja mállýskur og eitthvað í þessu. En ef þú tekur bara eins og í Indlandi held ég 1200 miljón manns og í Kína eru 1800 miljón manns. Bara í þessum 2 löndum bara tæpur fjórðungur af heiminum. Indland búið að taka fram á Kína. Nei, þeir eru færri, sko. Nei, eru ekki fleiri núna? Ég held að séu færri. Ég nokkuð viss það að Indland séu orðið fjölmennasta. Ég sé það á CIA World Factbook fyrir þá sem hafa áhuga á því. Getur verið að ég sé að bulla, sko. Síðast þegar ég tjekkaði þá voru þeir held ég 1200 eða 300 miljónir. Sko, tölunar frá 2022 þá Kína samkvæmt þessu 4,12 biljón. Indland 1,417. Það eru bara rétt að eftir. Þetta 2022. Já, nei, rétt yfir. Indland 17, Kína 12. Í alvörinni? Já, Indland búið að taka fram á Kína. Sem því að bara nokkru miljónum, sko. Já, fjölmennasta. Það eru þetta líka Indir út allt líka sem ekki í Indlandi og það eru Kínverjar út allt sem ekki í Kína. Já. En ég las það ekkert líka, þú veist, það væri eitthvað, sko, einhverja 100 miljóna, sko. 100, 200, 300 miljóna eitthvað farandverkamenn í Kína. Það eru bara jafnmargir að búa í Bandaríkjunum sem fara bara og ferðast og leita vinnu og okkur svo, þú veist. Við persónulega, þú veist, ég þekki eitthvað sem var skiptinemi í Kína, í Shanghai og þar í grendinni í 1 ár. Og ég var að spyrja henni hvernig þetta annars, skilur. Við vorum á menninganótt og niður í bæ og það var alveg smekkvöld. Hann sagði, svona þetta alltaf, allstaðar. Við sem Íslendingar, við gerum okkur ekki grein fyrir þessu. Maður bara, engin bílastæði þarna, þú veist. Við erum bara eins og einhver smábær, þú veist. Þess vegna finnst mér líka annað, þú veist, eins og þetta. Ég alveg stoltur yfir Íslendingur. Þú veist, einu sinni var ég alveg bara, djöfull maður, akkur þurfti ég að fæðast á þessu skítarskeri, þú veist, alveg bara, ég er svo illa svikinn. En núna ég bara, þetta bara mega fucking safe, það bara heavy nice hérna, það ótrúlega margt gott. Við hefum unnið sterkasti maður heims margsinnis, fallegasta kona heims margsinnis og þú veist, við erum með heimsfræða hljómsveitir, heimsfræða listamenn, það eitthvað gott í gangi hérna. Já, alveg klárlega. Og líka bara eins og með þetta, að það ekkert að því að segja, þú veist, eins og þetta, ef ég segi, herri, já, ég er stoltur, já, þessi gaur, hann hatar útlendinga, hann bara rasisti, hann eitthvað svo nationalist gaur, en eftir ef ég væri frá bara Burundi eða eitthvað, og ég væri bara, ég er stoltur Burundi maður, hann stoltur af sinni arfleið, þá það í lagi. Já. Það þú veist, annað sem ég eitthvað svona, þú veist, why? Ég næ því ekki alveg, sko. Það verið búið að, þetta vestræna dæmi, það drulla hvíta manni niður, að, þú veist, við erum vondikallin í öllu, og sem svo mikið bull, og þetta kemur svolítið mikið Black Lives Matter sterkt inn á þetta, að hvíta maðurinn hafi bara verið með þrælana og við erum bara svo ógeðslega út af því. Bara ekki rétt. Sem bara ekki rétt. Það voru, alla þjóðir voru með þræla. Allir, þú veist, þrælanir sem við vorum nú kannski ekki mjög mikið þræla hér, en Bandaríkin nú alltaf að tala mikið um það. Sko, þá látið eins og við höfum farið þarna yfir til Afríku við hvítumaðurinn og stólið þeim öllum. Sko, þetta voru ættbálkastríð og þegar að þú vannst hinn ættbálkinn þá svarti maðurinn, þá hneftur hinn ættbálkinum í þrældóm
og síðan seldur í hvítamanninu bara, herru, hérna, það voru svarti menn sem voru að selja aðra svarta menn. Það vartu líka bara laus við hennan gaur. Já, það er aldrei, já, bara búið að taka hann að land. Það er ekki að berjast við hann aftur. En einhvern veginn er bara búið að breyta sögunni, að við höfum bara farið hann inn og bara stólið öllum, þetta er rosalega sturlað, sko. Ég held að sko, víkingar fóru reyndar bara og stálu fullt af kettingum og okkur shiti sko. Við fórum bara, já, allar þjóðir og bara síðan bara menn föttuðu það bara, herri, ég get ekki þessa kylfu, ég get buffa hann, ég get tekið kettingur hans. Og síðan bara eftir þetta, við erum bara sigrað til því, herri, ég ætla bara að taka þess að göra sem þræla. Þetta er ein elsta starfsgrein mannsins, þrælahald. Já. Og þetta er ekkert eitthvað svona sem að dúka upp ykkur, þú veist, og líka annað sem ég alltaf er að tala um að hvítumaðurinn gerði það. Hvítimaðurinn, breska heimsveldið, stöðvuðu þrælahald. Þeir börðust í bara sko einhver mörg ár og eittu bara gríðlega fölunum í að stöðva þrælaskip. Veistu hverju héldu áfram voru verst með þræla öllum. Það var þetta Barbary slave trade sem voru arabanir. Þeir voru bara að skera undan þeim og eitthvað svona shit og voru bara heavy fucking grimmir og þeir héldu áfram lengi vel. Já. Þú veist, akkur er enginn eftir þeim, akkur er enginn að koma til að segja eins og ég held að veri yfir 1 milljón það sem við kallaði slave, við komið af slafar, það voru þeir sem var rænt, einhverju liðið frá Ungverjalandi og einhverju sem enduðu sem þrælar, akkur má ekki þeir kalla eftir einhverju reparations, þú veist, þetta er orðið svo sturlu umræða og ég heyri mjög gott debate sem var historian sem var að tala um þetta og líka annar Konstantin Kissin sem er mjög sniðugur gæi, hann var að tala um þetta, þú veist, og verið að sína þessa þróun, skilur á þessu, og auðvitað var fullt af shiti, mikið af þessu þrælahaldsdæmi var alveg bara veikt dæmi, skilur, en þetta er ekkert eitthvað svona, eitthvað einstæmi, og núna í dag eru fleiri þrælar heldur en voru á þessum tíma þegar áður þrælahald var afnumið. Miklu meiri fólksfjöldi líka, reyndar. Já, auðvitað. Það er að taka tillitið þess. Allt meira, en það ef þú ætlar virkilega vera að berjast á móti og berjast fyrir einhverjum descendants of slaves og eitthvað, akkur þú ekki að berjast fyrir fólki sem er nú þegar þræll í dag. Já. Þú veist. Já, en þetta er góður punktur hérna hjá þeim. Við erum búin að vera svo fucking serious. Já. Ævar, ég held að það er eitthvað fyndið. Þetta átti að vera að fyndið þáttur, en þetta var bara einn þyngsti þáttur. Við erum bara mega serious í það með bara, við erum að kryfja heimsmálin. Við förum, þetta er rosalega, þessi þáttur á eftir að gera allt brjálað, þú veist það? Já, ég meina, þú veist. Það er alltaf leið. Fólk er alltaf, þú veist, brjálað yfir öllu og okkar, þú veist, og ef það er ekki að tala um hluti, þú veist, ef fólk er gett ósamlega mér og kemur með ykkur, þú veist, ég hef oft verið með mikla skoðunar hlutum, með við það sem ég hef kynnt mér. Þess að kemur ykkur með ykkur öflug rök eða eitthvað nýja sanninni fyrir mér, þá er ég aldrei hann bara, nei, það getur ekki verið. Þá er ég alveg tilbúin að skoða það, út af því að ég er tilbúin að tala um hluti. Já, þú ert fluggáð og þú pælir rosalega mikið í, þess vegna hafði ég nú gaman að hanga með þér á tímbili. Líka það, og ég var nú reynda búin að segja það Davíð, sko, Fúsi er nú einn fyndnasti maður sem ég hangi með á ævinni. Þú segir bara ekki fyndið. Nei, og ég var búin að segja það Davíð, þetta verður eflaust einn fyndnasti podcastátturinn sem við höfum eftir að taka upp og ég hef búin að segja þetta alveg margátt við hann sem kemur Fúsi þetta og þetta er bara einn þyngsti þátturinn sem við höfum tekið upp hingað til. Þungt og kryfjað bara farið í djúpum álinn, skilur, allir alveg bara, þessi gauri baneitraður maður. Davíð er glúminn að sitja hérna bara, er þetta sami Fúsi? Hann er búin að hrista hausinn allan tíman með þetta er einhver annar gaur. Já, þetta er einhver sem ég bjóst við, sko. En þetta verður nú ekki einu skipti sem þú ert eftir að koma hérna og við verðum örgulega á léttari nótum næstu gimina og finnum eitthvað skemmtilega. En til að enda þetta, sko, nú er ég auðvitað halvvitið, þannig ég get ekki búið einu svona nafni á myndinni fram. Hvað heita Idiocracy? Idiocracy, einn besta mynd ever. Og þetta er rosalega, þetta er að vera 20 ára gömul mynd og það er já, margt svona sem maður er bara, herru, býðum í 50 ári viðbútt og þá er þetta nú bara orðin heimildamynd. Það er einn punktur sem ég finnst rosalega góðu við þessa mynd, að gott við þessa mynd, er að sko, þetta var low budget mynd svona þannig séð. Og þeir voru að leita að tísku og voru með einhverja tísku fatnað. En síðan var einn framleiðandinn eða stílistinn, hann fann einhverja skó sem voru svo, búin að heyra þetta, sem voru svo hallarislegir að hann bara, og þetta var pínkulítið skófyrirtæki sem var nýbyrjað og hann bara, það var enginn eftir að kaupa þessa skó, það er ekki fræðilegur.
þannig að hann setur þessu skó í myndina og þetta eru Crocs-skór og hann hélt bara það er ekki fræðilegur að fólk fara að ganga í þessu þannig að þetta er svo heimskulegir og astnanlegir skór þannig ég ætla að setja þetta í Idiocracy og allir fara að ganga í þessu en nei, síðan eru þetta bara eiga allir pör og Crocs-skóm í dag það sagði eitthvað við hann sko, hvað er þessi skór bara þú veist fara ekki að geta flug og þetta verður ekki það sagði bara það er enginn að kaupa skó sem bara lítir í kringin núna það er bara Crocs er bara orðið bara eitthvað svona rótgróið dæmi en þú veist eins og það er margt í Idiocracy hann er algjör miðlungsmaður hann er eins mikill miðlungs og þeir fundu gaurinn sem var mest í miðjunni á öllu hann er ekki gáfaður, ekki sérstaklega heimskur ekki neitt bara, hann var algjörlega í miðjunni og hann er svo afburða greindur, smartest guy alive þú veist, President Comanche hérna og þú veist, allir í þessu og þeir eru farin að spreyja hérna einhver svona Mountain Dew shiti á plönturnar og þú veist, the great dust storms og hann er að tala við læknirinn sinn you sound like a fucking fag dude and like I don't know bro og þú veist, allt er orðið bara svona gegnu sír og þetta er bara svona eins og segir, þetta er svona rosalega hraðspólun á einni verstu þróuninni. Já, þetta er svona common sense, þetta verðist vera það, bara, þú veist, geðu plöntunni vatn í staðin fyrir Mountain Dew, allir bara, ertu eitthvað rugglega, við drekkum allir Mountain Dew hérna. Þeir borguðu bara fyrir það og þá var það bara gert. Já, keyptu það, corporated, og allir voru bara tóku þátt í því að þeir bara ýttu bara common sense út úr mannkynnu og það er það sem myndin er eiginlega og manni finnst þetta verið í dag bara svona, það sem áður var common sense er orðið bara svona sturlun í dag einhvern veginn, bara hlutir þegar þú sagði við fólk, herru, þetta og voru allir bara, ég er sammála af því að það common sense sagði að gera en núna er fólk einhvern veginn, já, ég veit ekki með það ég ætla að hugsa þetta öðruvísi og koma með einhvern vinkil á þetta og setja hann á því en þetta er líka smá svona eins sem ég var að lesa fyrir krakkanu fyrir einhverjum árum, nýjufödd keisarans þú veist að þá koma svona vefarar til keisarans og segja við hann, herru, við ætlum að hérna koma með efni, skilu, við erum einhverju vefarar frá fjarlægu landi og þetta er ótrúlega töfra efni og þetta er þannig að ef þú sem sagt sérð það ekki þá er það annarkvæmt heimskur ekki starfiðinu vaksin sýnunum efni og kóngurinn bara sér ekki neitt maður og hann er bara shit, ég get ekki látað að berast er ég heimskur, er ég ekki starfiðinu vaksin, þú veist þetta efni er glæsilegt, segir hann já, til að vera með og þá kemur skilur helst í ráðgjafan svo er bara, þú veist, já, bara hvað minn góður er ég bara heimskur, þú veist, og já, hvernig finnst þér? Ótrúlegt, þú veist, og allt í henni eru allir og þá er allir byrjaðir að play along í þessu og meðan eru þeir bara að fá sendi sín eitthvað efni og eitthvað annað dót og eru bara að ræna bara á milljón og það er ekki fyrir en, þú veist, þetta er komið og svo ógeðslega langt, hann er nakinn að labba fyrir fram á fólkið og allir eru alveg, dásamlegt ótrúlegu fatnaður fyrir en eitthvað lítið barn segir bara akkur er hann nakinn þá byrjar svona fólk að pískra, þú veist og það er enginn sem þorir að segja neitt fram að því fyrir en einhver annar tekur á skarið og segir, skilur og þá þorir þær að segja eitthvað og þetta er svolítið dæmi svona eins og þú ert að tala fólk er einhvern annar vinkil á þessu fólk oft bara eins og við erum að tala núna haturs orðræði gegn þessu fólk þorir bara ekki að segja hluti ég hef oft talað við fólk sem ég hef verið að segja og þessi bara, já, ég er alveg sammálaðir en ég er aldrei að fara að segja þetta Nei. þú veist, út af því að ég nenni ekki að díla við þetta eða þá ég er einmitt í vinnu sem að, þú veist þetta fyrir nokkrum árum hefði ég verið með þetta podcast hérna núna þá, þú veist, þá er þetta þáttur sem ég hef til dæmis aldrei sett út í loftið það er bara ég hef fengið svo rosalega mikið á móti mér en þá er ég bara að taka þátt í nýju fötum keisarans en núna er þetta breytast sem betur fer og fólk er farið að tala gegn hlutum bara þetta var líka bara svo nýtt fyrir fólki hérna fyrir nokkrum árum hann bara kom þessi hatusbylgja af bókliðinu frelsisriturum og saminaðist eins og ég segi í einhverju Facebook-grúpum 1000 saman og fólk var ekki átt að sá því hvernig það virkaði það áttaði sig ekki á því að það væri búið að búa til einhverju grúpu sem heitir Berjumst fyrir réttlæti og 1000 geðsjúklingar þar sem voru bara bíð eftir að taka biturleikan út á einhverjum og fundu svona voru nógu gáð ég get ekki verið bara drullað yfir alla heldur ég þarf að bíða eftir að einhver maður dettur niður og þá get ég farið og sparkaði liggjandi mann það var basically það sem var að gera sko en fólk er komið nógu að þessu núna og þess vegna það eru fleiri og fleiri að tala svona eins og við erum að gera núna og
þetta bara, fólk bara að fara að íta boltanum tilbaka, bara slakja hans á. Og það verður bara meira að því á nánustu framtíð. Þegar sko pendullin fer of langt í eina áttina, þá svingast hann fast í hina áttina. Og hann búinn að vera að fara langt til vinstri. Alltaf að tala um þessi hægri öfgar. Ég bara, hvað með vinstri öfgar? Sem eru búin að vera bara grasserenda á milljón. Þannig er orðið þannig að núna bara út alla Evrópu bara hægri flokkar að vinna bara kosningar og það allt gert til þess að þeir komist ekki í stjórn. Því að eftir þessi vilji fólksins og bara hver ástæðan fyrir þetta að gerast? Það kannski eins og fólk bara horfandi kringu sig og segjandi bara, herru vámaður, þetta bara komið út í eitthvað fucking rugl. Skilju, og eins og við vorum að tala um að sparki líkandi mann, þeir sem hafa lent í bara einhverju slagsmálum, þeir gerir sér grein fyrir því að flestir ekki til í fair fight. Flestir eru til í að bíða þangað til þú dettur, þá allir til í að dundra í þig. Já. En fæstir eru til í að þau bara svona, ég tilbúin að slást þetta ef ég viss að þetta sé sigur, sko. Já, það ekki mikið einn á deginum í þessu slagsmálaheimi, sérstaklega í dag, sko. Nei, líka bara, ekki vendilega bara einn á deginum, líka bara þú veist hvað er hvað fólk þú veist, ég vil ekki meiðast. Ég vil fá allt, en ég ekki tilbúin að leggja inn vinnuna, skilurðu. Ég vil vera YouTuberi, skilurðu, ég vil vera frægur með podcast og dót, ég vil gera svona, en ég vil vera uppgötaður og ég vil bara strax vera með 1,000,000 subscribers. Já. Ég vil strax fá ég væri til í að vera heimsfræg kvikmyndastjarna, en ég ekki tilbúin að leggja inn að vinna á mig. Nei. Þú veist, eins og hann sagði Fight Club, einn af mínu uppáhaldsmyndum, það allir búin að vera aldrei upp til að trúa því að við verðum allir einhverjar fucking rockstjörnur og eitthvað, en síðan ertu bara einhver N1 fucking gaurinn á Dominus. Já. Þú veist. Þessi kemstæði bara, já, ég man eftir þessari setningu sem bara uppgötar einn daginn að þú verður ekki uppgötaður. Þú ert bara the same decaying organic matter as everything else. You're not special. You're not a unique snowflake. Þú ert bara N1 fucking gerpið. Hvað ætlar að gera í því? Það eitt sem ég langar að taka í lokinni það er að líða lokanum hérna hjá okkur, þetta var helviti gott, en sko ég var að tala við einn vinu minni daginn og þá vorum við að tala einmitt sjálfsmorð menn á Íslandi og hvað orðið mikið það og ástæðan fyrir vorum að gera það er að því að þessu manni líður ekki vel og ég spottaði það hjá honum, ég þurfti bókstaflega að draga það úr honum og síðan var ég að tala við hann þetta bara, já, á hverju tölu ekki þetta og eins og hann sagði það er bara svo rosalega óaðlaðandi að þegar fullorðinn maður að tala tilfinningarnar sínar á þennan veg að ég fæ mig ekki til þess og ég veit að segja við hann á móti að við verðum að gera það, við þurfum að læra þetta af konunum, þær koma bara og blása þessu út okkur aðra og það er það sem þær hefa langt fram yfir okkur að þegar það er eitthvað brotið inn í þeim eða eitthvað sem að skemma þá lagar það með því að tala saman. Já. Og ég þekki það bara í reynslu að ég þurfti að vinna mikið í mér og ég lagaði mig með því að tala við annað fólk. Já. Og það er langt besta leiðin til að laga sig og við kallmenn, við gerum það eiginlega ekki, það er mjög erfitt. Hvernig getum við breytt þessari þróunarfúsi? Hvað myndir þú segja? Hvernig getum við opnað þetta hjá okkur kallmennum? Ég veit ekki, þannig að ég held ég einhver töfralausn á þessu, en þetta er alveg rétt hjá þér, menn eru miklu betri í að byrgja niður sitt, en ég hef líka heyrt konur segja þetta, þú er að tala tilfinningarna eitthvað, svo hef ég heyrt stelpur segja, svo var hann bara grenjandi svo eimingi. Já, ég veit það. Jó, hvað viltu, skilu? Út af það er alveg feikt tróma sem ég veit bara, ég hef lent í, þú hef lent í, fullt af mönnum sem ég þekki og maður bara einhvern veginn grófur þetta bara niður og það er eins og Eidgaur segir, þú veist, ef þið líður virkilega illa, haldið yfir sjálf þetta er öllum með drullu sama. Ég er bara svona, maður, þetta fucking grjótart og þú veist, en það er líka ástæðan fyrir því að svona mikið af mönnum og er ein algengasta dánarorsök fyrir bara kalla að þau kála sér. Og það, þú veist, þetta er bara einhvern veginn, þetta er ógeðslega ófyrirgefandi og ógeðslega erfitt, þú veist, það er margt erfiðara fyrir eldri kynslóðana, þú veist, að þeirra líf. En mjög margt er mjög erfitt að vera maður í dag, þú veist, það er bara sagt við, þú ert bara úrrak, þú veist, þú ert bara eitt af versta sem hefur gerst í þessum heimi bara og ef þú ert ekki bara rúllandi í peningum og ert ekki bara forstjórinn hér og eitthvað, þú veist, bara þú ert atvinnulaus, þá ertu bara aumingi. Já, það er svolítið þannig. Þú veist, bara skítur undir skónum og þú veist, og eins og einhver sagði hérna, það var eitt gríns, ég menn ekki hvort það var Chris Rock eitthvað, sagði konur, börn og hundar, þau eru elskuð
skilyrðislaust. Já. En kall, hann verður alltaf að koma með eitthvað. Já, hann var að koma með eitthvað Þú á verður að borðinu vera með eitthvað. til að vera metinn. Já, og það, þú veist, annars ertu bara, þú veist, þú getur verið með atvinnuleysa píu, þú veist, þú fannst bara á nýbúið rekana kassanum í bónus. Það er ekkert mál, skilur. En ef að þú ert þessi gaur, alla vinkonunir er að segja, dömpa þessum gaur, hann er aumingi. Já. Þetta er rævill. Og síðan, þú veist, þegar kemur loksins að því að þegar þú einmitt ætlar eitthvað að opna þig og það er bara, þú veist, hætt að grenja aumingið. Ég ætla bara að... Ég held að við höfum ekki opnað okkur við aðra konur af því að sko, ég hef alveg stutt við vinkonum mínar og þær eru ofta gangi í gegnum eitthvað sem ég bara mögulega get ekki skilið. Já. Ég hef farið sko niður á stigamót og reynd að mennta mig, beðið þær menntun til að geta vera að styðja við konur sem að lenda í vissu hlutum. Og við getum einfaldlega ekki skilja það. Og ég held að sé alveg eins að ef við erum að tala við þær okkar vandamál, þá geta þær ofta ekki skilja það. Þær eru oft mjög góðri að hlusta, en þær geta ekki. Ég held að við, karlmennir, þurfum að læra að tala við hvern annan til að hjálpa hver öðrum. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að gjörsamlega breyta bara í okkar samfélagi. Af því að þetta er, svo við talum, að það er orðið fáralega á tíðinni af mönnum sem drepa sig. Og hvort sem það er beint eða óbeint. Það er svo mikið verið að deyfa þetta í burtu að það er búið að setja okkur upp sem bara ógeð og við erum allir ógeð. Já. Og ef þú ert ekki viss, eins og við talum, undir vissum standard sem provider, það ertu bara scumbag, það ertu bara nobody og þess vegna held ég að fíkniefnaneysla sé búin að aukast svona rosalega þegar þetta er orðið svo rosalega svona mainstream verið að setja í andlitið á okkur á hverjum einasta degi okkur kallmennum. Já. Og við þurfum einhvern veginn að laga þessa þróun sko, en ég bara, eins og segir sjálfur, það er engin töfralausn, en ég held að lausnir sé það að tala meir það og ég ætla að vera aðeins að reyna að koma inn á framtíða þætti og ætla að reyna að krefja þetta aðeins með gestunum mínum minna og ég held að það sé eina leiðin bara að reyna að tala sér meira þetta. Ég held líka eins og að tala þú veist, konur heldur þessi overall séu konur með meira empathy heldur en kallar. Og ég hef alveg verið í, þú veist, ég tel mig sjálf með að vera með ágætis empathy og geta tala flest og vera svona opið fyrir hina þessu, en konur miklu auðveldra með svona tilfinningatal heldur en kallar og situr með ykkur félaginu og hann ætlar ekki að reyna eitthvað að, þú veist, opna eitthvað geðveikt, skilur við. Það er ekkert allir sem er endilega að meika það. Nei. En það eru til dæmis 12 spora samtök sem er gríðalega góð vettvangur fyrir svona, sem ég hef heilt marga verið að tala svona, að segja, þú veist, þeim að geta opna á svona tilfinningar og tala einhverja hluti og gert svona einhverja smá hreingerningu í þessum málum og líka bara tala við fagaðila. Þú veist, það ætti að vera auðveldara fyrir mann að bara geta tala við sálfræðing eða... Þetta er alveg rétt hjá, sko. Ég var 1,5 ár hjá sálfræðingi þegar ég fór að breyta mér og ég var svona djöfusi skítall í gamla dag eins og þú veist, sko. Alveg bara ömuleg mannvera. En það var 1,5 ár og 2 í viku til að byrja með og síðan tók ég 12 spora samtökin líka og það var, ég tók þau alveg öfgakennt sko á 12 mánaða kynlífsbindindi og alveg fór alla pakkan og það gerði rosa mikið fyrir mig sem endaði að ég varð miklu betri manneskja og með því að verða betri manneskja þá fór mér að líða betur og sko þau gerðu það, þau sýndu mér sko, þess að ég var alltaf að kenna heiminum ég átti svo slæmt uppfyldi eða þetta sko, og setti það á heiminn, en ég áttaði mig ekki á því einhvern veginn að ég var orðinn fullorðinn maður og ég var farin að taka biturleika minn út á veröldinu, ég var orðinn skítallinn sem ég var að drulla yfir, veist, ég var bara orðinn manniskan sem ég hataði frá fortíðinni minni, bara búin að breytast í henni á þess að gera mig grein fyrir og þetta er þessi 12 spora samtökin gera rosalega vel. Þau svona láta þig líta aðeins, hey dude, kannski er ekki vandamálið að núti, kannski er þú vandamálið. Það er frábært. Og í þessu nákvæmlega sem þú segir, skilju, það er þess að taka ábyrgð á þessu líka og þú veist, 12 spora samtökin overall, það þýðir ekkert endilega að þú bara farir eitthvað eina okkur að fundi og þú bara kemur út sem nýr maður. Þetta er rosalega sjálfsvinna og það er ekkert allir tilbúinir í það. Og mjög margir sem eru kannski ekki endilega einhverjir alkohólistar eða einhverjir fíklar eins og þess, þeir fara aldrei í svona sjálfsvinnu. Ég held að þetta sé bara mjög, þú veist, næstu öll svona self-help dæmi og allt svona er byggt á þessum á svona sporakerfi. Það er alveg rétt sko, það er Bill & Bob byggu til eitthvað nýtt kerfi sem aldrei sést hérna og
flest svona sjálfstyrkingar námskeið og allt þetta kemur út frá kerfinu sem var búið til fyrir aðalsendingin sem þeir gerðu, 12 spora kerfi sem var síðan fullkomnað með tímanum sko. Og síðan koma öll þessi sjálfstyrkingar námskeið og allt það og þetta allt þessi sporakerfi sem aðalsendingin byrjuð, en þetta sko, ég hef líka oft sagt að þótt þú sérst ekki alkoholisti, það hefur verið rosalega gott að því að fara í gegnum þessi 12 spor. Allir. Þetta jú, að vissan, núna alveg eru margir bara glætan, sko. En, jú, að vissan hátt, sko, og ég veit að ég á eftir að fá eitthvað síntal frá góðu vinnum mínum, en 12 sporkerfið og aðalsendingin, þetta alveg köld af vissu leyti. Já. En við erum að tala sko, fyrst við erum að tala það, og það virðist vera fráhrindandi fyrir alla, en það rosalega hvernig þú ferð inn í þessi samtök. Veist, þetta þarf ekki að vera köld fyrir þig, en síðan bara fársjúkir einstaklingar sem búin að vera að sprauta sig allir sína ævi, verið misnotaði kannski klessu og bara það rosalega brotnir að þeir þurfi eitthvað, og þeir bara, það svo öfgakend neysluðum og öfgakend lífverðinu og öfgakendu sársauki út af rosalegum aðstæðum sem við lendi í, að þeir þurfa bara eitthvað öfgakend til að geta fungerað. Þeir fara inn í þann part aðalsendinguna sem við erum að tala sem köld. Ég fór aldrei alveg þangað, mér fannst það mikið, en það svo sannarlega þá ég þakklátur fyrir að hluti af þessu samtökum þannig til að halda utan þennan hóp, af því að það ekkert annað sem virkar fyrir þá. Þetta náttúrulega bara samfélag veiks fólk, skilur, og þú veist, það bara þannig, já, og það rosalega mikið af alls konar fólki. Ég hef líka bara verið í partíum og verið á vinnustöðum og hér og þar og ég hef verið bara í kringum fólki bara þessi maður fucking siðblitur, skilur, þetta bara geðveikur maður og ég hef hitt fólk, skilur, sem að ég veit ekki hvernig það var svona eða eitthvað leiðis, en þetta bara ekki gott fólk. Nei. Skilur, og þegar þú kemst á einhvern svona stað þar sem allir tilbúin að hjálpa þér og allir tilbúin að opna sér svo leiðis, að það alltaf x magna fólki sem reynir að nýta sér það, skilur við. Þannig að en overall þá myndi ég segja að þetta veri gríðarlega jákvætt starfsmiður í gangi þarna og hefur mjög góð áhrif á þetta, þú myndi taka alla sem í A-samtökunum núna bara á Íslandi og þeir myndi allir detti þig í einu, það vísir væri bara fullur. Það væri rosalegt, sko. En ef að klára þetta og við getum hent í annan fyndinn þátt, þá getum þegar við þurfum ekki að vera svona super fucking serious. Já, en talað samtök, það eitt sem ég þykir samt merkilegt, sko. Það gummi í byrginu. Já. Það var rosalegt batteri. Já. Það var, nú var eitt fjölskyldumeðlimur þarna og hann fór út í að vera félagsráðgjafi þarna hjá Gumma í byrginu. Og bjó þarna og var í Hlíðardalsskóla líka, bjó þar og þannig að ég var svolítið inni þarna alltaf í heimsækjan og forvitni mín spurja hvernig allt virkaði þarna og þetta var alveg svona batteri, þetta var mjög mikið batteri en Gummi var auðvitað snarglaður. Lækningasæði sitt og eitthvað. Já, það var bara keksvangi, það rosalegt að fræða sér með hvað Gummi að byrginu en samt sem aður. Það var eitt sem var að gefa neða og þarna kemur kannski geðveikin inn í þetta að það hópur af fólki, kynslóð þarna, gamla kynslóðin, sem bara vogur aðsendingin og eitthvað svona öfga meðferðir sókn á sínu tíma og eitthvað, bara gat ekki haldið þessu fólki edrú. En Gummi gat haldið þessu liði edrú. Það var merkilegt. Strax að Birgir datt niður og fór allt þetta liðist og datt aftur í það. Það var mér finnst það merkilegu punktur sem var aldrei talað við. Stundum þarf bara eitthvað algjörlega sturlaðan einstakling til að halda sturluðu einstaklingunum í skefjum. Ég held að hann hafi verið svona smá svona eins og cult leader og öll cult, eins og talaðum við sem í aðdóðinu, þú veist að það er svona cult, en það er engin leader þarna. Það er sem besta við þetta. Í öllum svona cult, þá er þetta alltaf einhver eitt sem að verist vera með öll svörin og hann vill alltaf ríða konunniðinni. Skilur við? Alltaf einhverjum einasta köll. Hann fyrir alltaf í það, sko. Drottinn sagði mér að ég að sænga með konunniðinni. Já, einhverjum einasta köll. Konunni minni líka, skilur við. Það er svo þroskað. Já, þetta er eitthvað mjög sérstakt, skilur við. Og ef ég væri vondur maður, þú veist, ég alveg ágætlega klár, ef ég væri vondur maður, þá myndi ég finna mér veiklindað fólk. Fólk sem utan garðs og á mjög erfitt og í mjög veikri stöðu og ég myndi
koma mér í eitthvað svo stöð þannig að það væri dependent á mig. Já. Og þegar fólk eru dependent á þig, þá getur þú farið að misnota eins og að þetta lið gerir. En sem betur fer ég bara ekki þessi típa, skilur. Ég er meiri, skilur, ég hef alltaf haft meira í mér. Jafnvel að ég hef gert ýmislegt mínu ævi, skilur. Það hef ég alltaf verið inn við beinið með svo réttlætiskennd og verið frekar næs. Fúsi, þessi ég þekki þú kemur inn og þú reynir að láta öllum líða vel. Þú reynir að láta fólki hlæja, skiptir ekki máli hvort þið kalli á kona, það hefur hei, hvernig hefur þú það? Og síðan þú reynir að lyfta fólki. Það var gaman, skilur. Já, þess vegna kann ég svo að meta. Ég kann í dag þá ég var bara svo óþróskaður í svona tíma þá var ég að virða fólk bara, getur að laga með fullt af fólki og núna virði þið, en ég er alveg búin að missa vinningunum þar, sko, en fólk eins og þú, þess vegna vildi ég endilega fá þau í spjallina og allir sem eru búin að vera í spjalli, það er bara basically fólk sem ég virði til að byrja með og þú ert einn af þeim betri og ég er mjög ánægður að komast í spjalltímun og ég ætla bara að þakka þér fyrir hennar þátt sem ég held að sé komið tíminn til að enda bara. Takk fyrir að bjóða mér og við tökum ekkert nættur og getum haft börtaran með okkur og við getum bara bullað allan tíman, bara djóka, verður ekki einn alvarlegur hlutur ræddur. Ég held að við skuldum podcastinu mínu og Davíð, sko. Davíð, hann er bara 2% meira þunglindur eftir með það er bara bæta einn í töflu við bara, það er maður að hækka skamtiðin en þú ert orðan, ég bara sé á þér, bara, það verður eitthvað bakslag hjá þér, hann bara hægara. Ég sagði reynda í dag, þú veist ekki hvað þú ert að fara út í að koma í rússubanna minn, sko, en þetta er bara byrjunin, sko. En hann er strax búinn að sjá mikið og hann er búinn að sjá hluti núna sem flesti væri farnir, en hann er ennþá hérna. Ég tók skemmtilegt geðróðan daginn, en við skulum ræða það í öðrum þætti. Það er members only. Já, það er members only, en já, þeir sem sjá inn í geðvikinu á Ævari, þeir eru oftast bara, ég meika þetta ekki, þú nú séð það sjálfur. Já, maður er allir ruglað, málið er það, ég hef alltaf einhvern veginn fílað mig best, það er svona, ég held að við höfum tengdust vel, skilur við, ég hef alltaf tengt best vitandi ruglað lið, þegar ég er alveg, þú veist, ég er ekki alveg heilbrigður, skilur við, ég gerir mig alveg grein fyrir því, skilur við, en það er ekkert gaman að vera normal. Þeir nefnir því, sko. Við erum hlutað af þessum 20% sem ég vil flokka. 80% eru svona venjuleg. Þau gera eiginlega sama hlutin, tala sama hlutin og eru bara alveg sama hegðunarmunstur á 80%. Síðan komið sér skrýtnu 20% sem við erum svolítið af. Davíð er svolítið svona leinið 20%. Hann er svolítið út í hotni þögull, en hann er svolítið mikill áhærandi svona að fylgjast með. Hann er líka tæknimaðurinn. Já, hann er tæknimaðurinn. Ég segi ekki neitt, sko. Hann er mikill snillingur en dag. No comment. Já, þetta er einn besti maður sem ég hef kynst. Hann er búinn að vera lengi í tengslum við fjölskyldunum mína og það er honum að þakka að þetta sé að gerast hérna, podcastið. Hann gerði þetta af stað og ég er mjög þakklátur fyrir Davíð þar. Sér sjáum við hvernig það er. Núna er ég bara tíkin hans, talandi trúðurinn hans Davíðs. Hann keyrir mig áfram. En þangað til næst, Fúsi. Bara takk kærlega fyrir þáttinn og takk fyrir mig í dag líka.